603. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn þriðjudaginn 19. janúar 2021 hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Sandes, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð og sá sem hér stendur Guðbrandur Einarsson, ásamt bæjarstjóra Kjartanum á Kjartansinni og Hrefnu Gunnarsdóttur sem ritar fundargerð. Það eru 7 mál á dagskrá þessa fundar, en þau eru fyrsta fundargerði bæjarráðs frá 7. og 14. janúar, Númer 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. janúar, Númer 3 fundargerð velferðarráðs frá 13. janúar og Númer 4 fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 14. janúar, Númer 5 fundargerð fræðsluráðs frá 15. janúar, 6 fundargerð lýðheilsuráðs frá 15. janúar og síðasta mál, Númer 7, er vinna við umhverfisstefnu Reykjanesbæjar eða svör við fyrirspurn bæjar fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. En ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að bjóða ykkur velkomin til fundar hér á ný í Merkinesi. En þetta er fyrsti fundurinn sem við höldum hér síðan 15. september eða í 4 mánuði. Og vonandi auðnast okkur að halda því áfram, en allt með þetta ráðast að því hvernig okkur sem þjóð vegnar í baráttunni við COVID-veiruna. Og ég vil bara minna að við þurfum að gæta ítrustu sóttvarna hér eins og annar staðar og virða þær reglur sem í gildi eru. En þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrárlið sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 14. janúar. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Margrét Sandes gerði svo vel. Er það Margrét Þórarins sem ætlar að byrja? Gerði svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir fundargerð bæjarráðs frá 14. janúar, liður 1, samkomulag við húsfélag Pósthússtrætis 3. Ég mun sitja hjá í þessu lið þar sem að gögn sem að minnihlutinn óskaði eftir á síðasta bæjarráðsfundi hafa ekki borist, en ég mun samþykkja fundargerðina fyrir utan þennan lið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét. Þá ger ég ráð fyrir að nafnirnar Sandes ætli að biðja orðið. Gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég kem hérna undir bæjarráði og það er sem sagt fyrsta mál á dagskrá, en það er varðandi Pósthússtrætið. Ég vil byrja á því að þakka fyrrum forseta bæjarstjórnar, Jóhanni Friðriki, góð störf varðandi sáttaleið sem var fundin milli Pósthússtræti 3 og Pósthússtræti 5 og vorum við mjög hlynnt ýttum á að það myndum við ná sátt og stóðum saman bæjarstjórn að því að ná ákveðinni sátt. Núna, löngu seinna, þá kemur til bæjarráðs ákveðin tillaga vegna húsfélagsins Pósthússtræti 3 og ákveðnar upphæðir sem að var verið að fallast á að greiða þeim
eða tillaga að greiða þeim og Jóhann Friðrik hafði forsögu og væntanlega bæjarstjórinn var ekki þar sem að hann íbúi á Pósthússtræti 3. Þetta kom flatt upp á okkur. Við héldum að það búið var að ljúka málun á sínu tíma þegar að sátt náðist og óskuðum eftir gögnum. Það var ekki sundurlaunakostnaður eða neitt svoleiðis. Þannig að við höfum ákveðið að sitja hjá og bóka eftirfarandi sem þegar hefur verið sent til ritara. En bókunin hljóðar svo: Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins geta ekki samþykkt greiðslu til húsfélagsins Pósthússtræti 3 vegna samkomulags mótvægisaðgerðir og útlagan kostnað þar sem ekki voru lögð fram gögn til stuðnings fjárkröfunum. Og undir þetta rita Baldur Guðmundsson, Sjálfstæðisflokki, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Sjálfstæðisflokki og Margrét Sandes, Sjálfstæðisflokki. Það hafa ekki fleiri beðið orðið undir þessum lið. Þá Jóhann Friðrik, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrja á því að segja að það gríðarlegt fagnaðarefni að loksins sé komin endanleg niðurstaða í þetta erfiða mál sem hófst fyrir 2 árum síðan. Og mér var falið að bæjarráði að vinna í og ná sátt í og var það nú þrautinni þyngra. En á endanum náðist samkomulag ákveðnar mótvægisaðgerðir við íbúa og Pósthússtræti 3 og greiðslu kostnaðar sem annars vegar felst í vinnu starfsmanns húsfélagsins og hins vegar lögfræðikostnaði sem að málinu sneri. Ég vil nú bara taka það fram hér að ég tók því ekki þannig á síðasta bæjarráðsfundi að formlega vera að biðja þessar upplýsingar, en ég geri ráð fyrir því að þessi lítið mál að senda bæjarfulltrúum þær. Að því leytinu til skil ég að þau sitji hjá í málinu, en það sem stendur upp úr það að þarna eðlilegan kostnað að ræða, innsenda reikninga sem að fela í sér þennan kostnað og hins vegar mótvægisaðgerðir sem snúa því að ná endanlegri sátt. Það svo sem ekki meira þetta mál per se að segja, en ég tók því sem sagt ekki þannig í bæjarráði að væri verið að óska eftir því fyrir þennan fund og hefði þá að sjálfsögðu ekki gert annað en að bregðast við því. Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að fara í fundargerð bæjarráðs, fyrst frá 7. janúar síðastliðnum. Það bar helst í tíðinda að það er gatnagerð í Dalshverfi 3, nýja hverfin okkar. Við erum að nálgast Vogana hratt og örugglega, en það bar til tíðinda að bæjarráð samþykkti að heimila vinnu við fullnaðar hönnun og gerð útboðsgagna vegna gatnagerðar í hverfinu og stefnum við að því að úthluta lóðum þarna í sumar eða síðsumar, þannig hægt sé að hefja byggingaframkvæmdir þar strax. Þetta stór áfangi og svona loka verkið á þessu hverfi sem gerir það verkum að Stapaskóli verði fullnýttur. Og það ber með að fundargerð að lið 2 í fundargerðinni, en það var fundur með verkefnisstjórn Stapaskóla 5. janúar sem var kynnt á bæjarráðsfundinum og það kemur í ljós að framkvæmdir ganga vel við skólan er nánast lokið og á þessu fundi veitti bæjarráð heimild til að undirrita hönnunarsamning heildarhönnun við Arkís arkitekta, en það er íþróttahúsið og sundlaugin sem þar er verið að ræða um. Og það er líka ánægilegt að í þessu að nefna það hérna að kostnaðaráætlun stenst í verkefnu
og ekkert bendi til annars en að það verið staðið að sóma á öllum hlutum í þessu verki. Skólinn er til fyrirmyndar og hefur vakið mikla athygli út fyrir landsteinana og ánægilegt til þess að vita að fólk er að kaupa eignir í þessu hverfi til að senda börnin sín í eina skóla. Mjög ánægilegt að sjá hvað það gengi vel upp og skólinn til fyrirmyndar og við þökkum fyrir það. Á fundinum 14. janúar síðastliðinn var fyrrnefnt samkomulag gert og vil ég taka undir orð Margrétar Sanders bæjarfulltrúa og hrósa fyrir forseta Jóhanni Friðrik, góð störf og ná samkomulag í þessu erfiða máli. Takk fyrir þetta. Það er ekki fleiri hvað sé ljós undir þessum lið sem eru fundargerðir Bæjarráðs. Mér langar aðeins að bara grípa niður með Dalshverfi 3 sem að mér finnst vera spennandi og áhugavert að fara að takast á við. Ekki síst vegna þess að það er núna í dag skortur á byggingalóðum. Það er til lóðir fyrir einbýlishús, en það er ekki til lóðir undir raðhús eða parhús. Þó að einhverja lóðir gætu fundist í Dalshverfi 2 og þá til þess að þétta þar ákveðin svæði. Þannig að þetta er eftirsóknarvert að drífa þetta í gegn. Líka bara til þess að smærri verktakar hér á svæðinu geti haldið áfram vinnu og haldið fólk í vinnu sem að skiptir miklu máli. Við þurfum auðvitað að vanda okkur í þessu því að þetta er ekkert gefið að byggja heilt hverfi. Það kostar einhverjar 100 milljóna, þannig að við þurfum þá að skoða fjármögnun á því í framhaldinu þegar hönnun liggur fyrir og með hvað hætti við getum gert þetta. Þannig að vel sé. En ég er glaður að þetta skuli allavega vera komið í þennan farveg. Ekki fleiri sem hafa beðið sér ljós undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta, það liggur fyrir að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, nýja bæjarfulltrúi Miðflokksins samþykkja eða ætla að sitja hjá í liðnum varðandi samkomulagið sem gert var við íbúafélag á Pósthússtræti 3. En þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar eru beðnir að gefa merki. Já, þá er það þannig að meiri hlutin samþykki fundargerðirnar að öllu leyti en minni hlutin situr hjá í þessu tiltekna máli. Þá er það liður númer 2 sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. janúar og að venju eru mýmörg mál þar sem að þarf að afgreiða sérstaklega eða samtals 9. Og fyrsta málið þar er liður númer 1 sem er hlíðahverfi breyting á deiliskipulagi. Þetta var búið að senda þess til skipulagsstofnunar og það kom tilbaka og þarna er að ræða viðbrögð sveitarfélagsins við þeim ábendingum sem að skipulagsstofnun er að setja fram, en orðið er laust við þennan lið. Anna Sigríður Jóhannsdóttir, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir heima í stofu. Já, ég kem undir fyrsta lið í fundargerð umhverfis- og skipulagssviðs varðandi skipulagsstofnun sem gerir nokkrar athugasemdir. Ég ætla að leggja fram bókun hérna, hljóðar hún svo. Í athugasemd frá skipulagsstofnun virðist ekki vera neinar athugasemdir að snúa að umferðaröryggi því mikla magni af bílaumferð sem er verið að bæta við í hverfið. Í Hlíðahverfi er að byggjast upp 700 til 800 íbúðir með tilheyrandi bílaumferð auk umferðar á leið í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og Holtaskóla. 6 deilda leikskóli mun einnig rísa í hverfinu og er það þá 3. skólinn í sama hverfi. Eitt af fyrsta sem skoðað er við skipulagsvinnu kringu svona viðkvæmt íbúasvæði er að huga að umferðaröryggi fyrir gangandi og hjólandi íbúa hverfisins
og hafa það ávallt í forgangi til að tryggja umferðaröryggi. Sjálfstæðisflokkurinn lýsir yfir áhyggjum af umferðaröryggi í hverfinu og miklu magni af bílaumferð sem verið að bæta á skólaveginn milli Hlíðahverfa. Undir þetta rita Margrét Sanders Sjálfstæðisflokki, Baldur Guðmundsson Sjálfstæðisflokki og Anna Sigríður Jóhannesdóttir Sjálfstæðisflokki. Takk. Takk fyrir þetta. Er orðið laust þennan lið. Það hafa ekki fleiri kvatsins ljós að líka fyrir bókun. En þeir sem samþykkt geta liðin að öðru leyti eru beðin að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0 og þá var að liðið nr. 2 sem er flugvellir, breyting á deiliskipulagi flugvallavegar. Orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér hljós undir lið nr. 2. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 2 eru beðin að gefa merki. Hann er samþyktur 11-0 og þá var það liðið nr. 3 sem er Leirdalur 7-13, breyting á deiliskipulagi. Orðið laust lið nr. 3. Það er enginn sem að kveður sér hljós undir lið nr. 3. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 3 eru beðin að gefa merki. Hann er samþyktur 11-0 og þá var það liðið nr. 4, Hásela 33, óskum að breyta bílskúr í íbúðarrými. Orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér hljós undir lið nr. 4. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 4 eru beðin að gefa merki. Hann er samþyktur 11-0, þá var það liðið nr. 5, Ægisvellir 13 sem er viðbygging Sólskala. Orðið laust lið nr. 5. Það er enginn sem kveður sér hljós undir lið nr. 5. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 5 eru beðin að gefa merki. Hann er samþyktur 11-0 og þá var það liðið nr. 7 sem er Fitjabraut 22 og það er einnig viðbygging Sólskala. Orðið laust lið nr. 7. Það er enginn sem kveður sér hljós undir lið nr. 7. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 7 eru beðin að gefa merki. Hann er samþyktur 11-0, þá er það liðið nr. 8, Birkiteigur 1 í niðurstaða grenndarkynningar. Orðið laust lið nr. 8. Það er enginn sem kveður sér hljós undir lið nr. 8. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 8 eru beðin að gefa merki. Hann er samþyktur 11-0. Þá var það liðið nr. 9, Furudalur 14-16. Breyting á deiliskipulagi, orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta þennan lið, lið nr. 9, eru beðin að gefa merki. Og hann er samþyktur 11-0 og þá er það síðasti liðurinn sem þarf að afgreiða sérstaklega eða lið nr. 10, Suðurgata 50, stækkun á húsi. Orðið laust lið nr. 10. Friðjón Einarsson varst að biðja orðið. Gott ef að bæjarfulltrúar og vakandi komið fram úr forseta. Það er enginn sem kveður sér hljós undir lið nr. 10. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 10 eru beðin að gefa merki. Takk fyrir þetta. Það var samþykkt 11-0 og þá er fundagerðin til umræðu að öðru leyti. Þeir sem vilja taka til máls undir fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs. Gerðu svo vel bæjarstjóri, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara smá svona vangavelta þegar við erum að afgreiða fundagerð skipulagsráðs af því að í nokkrum af þessum málum sem að forseti bar hér upp er verið að hafna erindinu og ég velti fyrir mig hvort það komi nógu skýrt fram í afgreiðslunni af því að það er í máli forseta heyrði ég nokkur sem sagt sko þessi geta samþykkt erindið það ætti kannski að vera að þessi geta samþykkt afgreiðslu umhverfis- og skipulagsráðs á erindinu bara svo að það sé alveg skýrt hvað verið er að samþykkja.
Takk fyrir þessa ábendingu, herra bæjarstjóri. Ég lít þó þannig á að við séum að samþykja fundagerðirnar og það sem í þeim stendur eða það sem í hverjum lið stendur. Og það er kannski rétt að taka þetta til skoðunar, hvort að við afgreiðum þetta þannig. Það er ákveðin samþykkt og við erum að samþykja samþykktina, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð. Þannig að við verðum kannski að skoða orðalagi en við getum gert það svo sem. En það er enginn sem að hefur óskað eftir að taka til máls undir fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs og beri því hana upp til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs að öðru leyti eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0 og þá er komið að lið nr. 3 sem er fundagerð velferðarráðs frá 13. janúar. Guðni Birta Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Kæri forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, góðu gestir heima í stofu. Mér langar aðeins að renna yfir þétta dagskrá velferðarráðs. Við erum farin að tikka í 4 klukkutímana sem er bara gott. Við höfum margt og mikið til að ræðum. Nú undir lið 1 þá fekk velferðarráð það verkefni að fara yfir tillögu velferðarvaktarinnar, þar að segja upplýsa bæjarráð þau verkefni sem við höfum farið í á árinu 2020 og vil ég sérstaklega koma þar undir að þakka ríkinu fyrir stuðning, þakka velferðarsviðið fyrir frábæra vinnu, en við fengum fjöldamarga styrki fyrir fullt af verkefnum sem að við nýttum á sviðinu í sumar. Þegar við ábyggilega ekki heyrt mig oft koma hérna og hrósa ríkinu fyrir framlög eða aðstoð í okkar þágu, þannig að þegar vel er gert þá ber það að þakka og vil ég endilega koma fram undir því hversu mikilvægt þetta var okkur og þetta eru fjöldamargir styrkir sem að við höldum áfram til streitu líka á þessu ári. Nú, við fengum einnig að gera umsögn sértækan húsnæðisstuðning sem að við teljum að sé mjög í hag fyrir fólk á leigumarkaði. Það er að segja að það er verið að skoða að samræma kerfið í eitt heildarkerfi sem ber líka að fagna. Þannig að það eru góðir hlutir í gangi, það er augljóst. En svolítið að máli málana, lið 3, við höfum tekið þetta mál ofta mörgum sinnum fyrir og rætt þetta hér sem og annar staðar. Þannig að mér langar með leyfi forseta að lesa bókun sem að við gerðum í ráðinu og hefst þá langur lestur. Við sem sagt fengum fyrirspurn Reykjanesbær að taka yfir rekstur Lindarbrautar sem Útlendingastofnun rekur nú. Þannig að við bókuðum, velferðarráð telur að skoða fyrir málaflokkin heildrænt og leggur því fram eftirfarandi bókun í 5 liðum. Númer 1. Áhrif á innviði þjónustuveitenda við umsækjendur alþjóðlega vernd má skipta í 2. Annars vegar á innviði Reykjanesbæjar og hins vegar á innviði ríkisins, þar sem Útlendingastofnun rekur nú úrræði á Lindarbraut. Þegar kemur að Reykjanesbæ þá er ljóst að umsækjendur alþjóðlega vernd þurfa fjölþættan stuðning og vel skipulagða þjónustu á meðan á málsmeðferð þeirra stendur en einnig eftir að leyfi hefur verið veitt. Með samningi yfirtöku á Lindarbraut mun fylgja fjármagn sem miðast við fullnýtingu rýma mun gera sveitarfélaginu kleift að ráða 3 stöðugildi til að sinna umræddum hóp. Athuga þar þó að umræddur hópur telur alla jafna 100 manns. Og því er erfitt að sjá að slík mönnun sé nægileg. Mat sérfræðinga sveitarfélagsins í málaflokknum er að húsnæði samrýmist ekki hugmyndafræði Reykjanesbæjar lágmarks aðbúnað og því þarf að setja nokkurt fjármagn í að koma því í það form. Ekki er gert ráð fyrir því í samningi sveitarfélagsins við Útlendingastofnun. Talsvert álag hefur einnig verið á sjúkraflutninga, bæði vegna útkalla á Lindarbraut og einnig vegna flutninga í sóttvarnarhús. Auk þess samrýmist úrræðið á Lindarbraut ekki hugmyndafræði Reykjanesbæjar dreifingu íbúa sem nýta sér sértækan félagslegan stuðning með hliðsjón af aðlögun blöndun í hverfi sveitarfélagsins, líkt og við höfum alltaf gert.
Því veldur úrræðið auknu álagi á eitt hverfi sveitarfélagsins sem í uppbyggingu og fagleg samantekt starfsmanna sveitarfélagsins hefur sýnt að það sé ekki fýsilegur kostur. B. Ríkið. Stofnanir á Suðurnesjum fá almennt lægra fjármagn en aðrar sambærilegar stofnanir og þetta hefur ítrekað skoðað og þetta hefur ítrekað séð. Álag á löggæslu og heilbrigðiskerfi samhliða auknum fjölda umsækjendum alþjóðlega vernd sem þurfa bæði líkamlega og sálræna aðstoð og hafa ekki greiðan aðgang að slíkum stuðningi þar sem þjónusta starfsmanna Útlendingastofnunar á Lindabraut er takmörkuð með einungis einn starfsmann í dagvinnu auk öryggisvarðar á sólarhringsvakt. Veruleg bið er nú þegar eftir tíma hjá sálfræðingum á svæðinu og geðlæknir er ekki starfandi í sveitarfélaginu nema takmörkuðu leyti og umsetin þegar viðvera hans er. Ekkert aukalegt fjármagn, þetta er lykilatriði. Ekkert aukalegt fjármagn fylgir málaflokknum til að auka við þjónustu hjá þessum stofnunum. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja fær til að mynda ákveðið fjármagn á ári í túlkaþjónustu en ef farið er umfram það fjármagn greiðist það af stofnuninni sjálfri. Eins og staðan er á svæðinu er fjórðungur íbúa erlendum uppruna og því er þetta fjármagn nýtt til að þjónusta þann stóra hóp utan umsækjendum alþjóðlega vernd á degi hverjum. 2. Stefnan í málaflokknum. Óljóst er almennt hver stefna stjórnvalda er það hvernig dreifingu á búsetu umsækjenda alþjóðlega vernd er háttað meðan að málsmeðferð þeirra stendur. Hver er framtíðarsýnin? Sér í lagi ef aukningin verður ár frá ári. Einungis 3 sveitarfélög á Íslandi taka á móti umsækjendum alþjóðlega vernd, Reykjanesbær, Reykjavík og Hafnarfjörður. Er ekki markmiðið að fleiri sveitarfélög á Íslandi taki þátt í þessu samfélagslega verkefni okkar? Ótækt er að ábyrgðin liggi á 3 sveitarfélögum á meðan önnur sveitarfélög virðast geta neitað að veita umrædda þjónustu. Reykjanesbær hefur hvatt til þess meðal annars á fundi með allsherjar- og menntamálanefnd að reglugerð verði lögð fram þess efnis að sveitarfélögum verði skylt að aðstoða ríkið við móttöku umsækjenda alþjóðlega vernd. Lagt hefur verið til að einföld reikniregla verði þar til hliðsjónar, þar sem sveitarfélög taki á móti 3-4 einstaklingum á hverja 1000 íbúa eða með sambærilegum hætti og gert er nú þegar á Norðurlöndunum. Velferðarráð Reykjanesbæjar ítrekar kröfu sveitarfélagsins að mótuð verði formleg stefna af hálfu ríkisins í málaflokknum. Auk þess verði sveitarfélögum gert skylt að taka þátt í þessu samfélagslega verkefni. Hugmyndafræðin. Reykjanesbær hefur aðhyllst þá hugmyndafræði að taka á móti fjölskyldum og útvega þeim búsetu á mismunandi stöðum í sveitarfélaginu til að tryggja blöndun og samlögun í sveitarfélagið okkar og samfélagið. Okkar afstaða hefur alfarið verið gegn því að umsækjendum alþjóðlega vernd sé safnað saman á einn stað sem getur leitt af sér neikvætt viðhorf og umræðu í samfélaginu sem veldur einstaklingunum oft enn meiri vanlíðan. Sérstakar áhyggjur hafa verið uppi varðandi það ef umsækjendur fjölgar að þá muni Útlendingastofnun leigja fleiri húsnæði á sama stað í sveitarfélaginu sem er algjörlega óásættanlegt. Engu að síður hefur stofnunin gefið það út að þar sé hagstæðasta leiguverðið og því möguleiki á að tekið verið annað 100 manna húsnæði á leigu ef þurfa þykir. Við teljum ekki við hæfi að margir umsækjendur alþjóðlega vernd sem koma hingað í neyð með ólíkan félagslegan bakgrunn búi í sama húsnæði og eru hvað þá látnir deila herbyggi. Lið 4. Ásbrú. Í þessum lið bendir velferðarráð á samantekt sem unnin var af starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir fund ráðsins þann 13. janúar síðastliðinn, þar sem tekin eru saman samfélagsleg áhrif á úrræði Útlendingastofnunar á Ásbrú með hliðsjón af skýrslu Nordregio sem gefin var út í september 2020. Skýrslunni var ætlað að skoða tækifæri íbúa til félagslegra þáttöku eða inclusion og hvernig unnið er að því út frá stefnumótun og skipulagsmálum. Í samantektinni segir: Samfélög sem einkennist af félagslegri blöndun er í betri jafnvægi en önnur samfélög og það er alla jafna meira umburðarlyndi fyrir fjölbreytileika mannlífsins. Of mikil einsleitni skapar oft þröngsýni og ef einsleitnin í samfélaginu er mikil getur það orðið til þess að félagslegir erfiðleikar erfast á milli kynslóða. Í samantektinni kemur einnig fram búsetuúrræði Útlendingastofnunar fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd á Ásbrú er slæmur kostur fyrir þá sem þar búa sem og fyrir Ásbrú í þeirri mynd sem búsetuúrræði er. Rekstur stofnunarinnar á búsetuúrræði á Ásbrú er ekki í samræmi
við velferðarþjónustu á Íslandi þar sem of margir íbúar í viðkvæmri stöðu búa í sama húsnæði og hafa mjög takmarkað ferðafrelsi. Í minnisblaði sviðsstjóra velferðarsviðs sem unnið var fyrir fund velferðarráðs 13. janúar kom fram: með því að færa þjónustuna yfir til Reykjanesbæjar með útvíkkun rekstrarsamnings við Útlendingastofnun hefur sveitarfélagið betri yfirsýn yfir aðstæður á Ásbrú og getur móta starfsemi úrræðisins með markvissari hætti, þó með þeim skilyrðum að fyrirkomulag búsetuúrræðis verði breytt. Númer 5, ég er alveg búin. Viðbrögð Útlendingastofnunar. Útlendingastofnun hefur óskað þrívegis eftir því við velferðarráð Reykjanesbæjar að stækka samning. Stofnunin tók húsnæði á Lindabraut á leigu til 5 ára í óþökk sveitarfélagsins. Í kjölfar funda fulltrúa sveitarfélagsins með allsherjar- og menntamálanefnd kom póstur frá Útlendingastofnun þar sem tilkynnt var að stofnunin muni fara fram á fullnýtingu samnings Reykjanesbæjar og gefið þetta í kynna að stofnunin muni framvegis stjórna flæði einstaklinga til að taka á móti sem sveitarfélag er að taka á móti í þjónustu. Þetta er á okkur áliti þrýstingur til að taka á móti einstaklingum en ekki fjölskyldum eins og við höfum lagt ríka áherslu á undanfarin ár. Einnig kom fram í áðurnefndum pósti að stofnunin hyggist krefja endurgreiðslu fyrir þá einstaklingar sem þeir greiddu daggjald fyrir í lengri tíma en í 14 daga eftir að leyfi var veitt á árinu 2020. Það ákvæði leyfilegt í samningnum en stofnunin var upplýst að vegna áhrifa heimsfaraldurs COVID-19 var málsmeðferð eftir leyfisveitingu mun hægari og flóknari. Það er óeðlilegt og skýtur skökku við að ríkisstofnun líkt og Útlendingastofnun geti tekið einhliða ákvörðun án samráðs við sveitarfélagið, gert leigusamning til margra ára sem hefur augljóslega áhrif á samfélagið okkar og beitir svo þrýstingi á sveitarfélagið með þessum hætti að taka síðar við þjónustunni. Þannig að niðurstaðan okkar er svo: í ljósi framangreinds telur velferðarráð sér ekki stætt á gangandi samninga við Útlendingastofnun að Reykjanesbær taki við þjónustu á Lindabraut 536 á þeim grundvelli sem stofnun leggur til. Og það sem var, líku lestri kærfórsti, það sem var magnað í þessu, og ég verð að taka fram, er að velferðarráð er einstaklega vel skipað fulltrúum úr pólitík Reykjanesbæjar og við sem sagt gerðum þetta allt saman, þetta var borið undir alla og þetta var samþykkt samhljóða af öllum og fyrir það ber að þakka. Þetta er risastórt velferðarmál sem að við erum að stýra og við þurfum að gera þetta vel og faglega og ég vona að það hafi komist til skila hér. Takk. Anna Sigríður Jónasdóttir, gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir heima. Já, ég þakka Guðnýju Birnu fyrir góðan lestur og þetta er rétt hjá henni eins og hún sagði, þetta er risastórt mál í okkar samfélagi og ég ætla bara að vera stuttorð hérna þetta sem að hún las upp hérna þessa bókun. Mér langar bara rétt að minna á að eins og kom fram hjá bæjarfulltrúa Guðnýju Birnu að þegar fólk er sett í eina byggingu, svona margir einstaklingar, þeim líður ekkert vel og við getum ekki þjónustu á. Þannig að mér langar bara að nefna hérna að ég hvet önnur sveitarfélög til að taka á móti fólkinu. Það er bara 3 sveitarfélög, Reykjanesbær, Hafnarfjörður og Reykjavík, sem hafa tekið á móti fólki og er að þjónusta þau. Og svo eru sveitarfélög sem eru búin að tilkynna það í fréttum að þau geta ekki tekið á móti fólki. En ég hvet önnur sveitarfélög til að taka á móti fólki því ef ekkert breytist þá endar þetta líklega með því að það verða sett einhver lög að það þarf að setja ákveðna marga einstaklinga á per 1000 íbúa í hverju einasta sveitarfélagi. Við verðum átt okkur í öllu landinu að það er ekki 3 sveitarfélög sem geta séð þetta. Þetta er ekkert að minnka. Það er ekki að fækka. Þannig að aðrir og önnur sveitarfélög verða að gera sér grein fyrir því að 3 sveitarfélög landinu bera þetta ekki uppi. Það er klárt mál. Takk fyrir þetta, Margrét Þórarinsdóttir.
Virðulega forseti og aðri viðstaddir, ég kem hér undir lið 2 tilraunaverkefni sérstakan húsnæðissamning. Ég tek undir með velferðaráði sem telur tillöguna jákvætt skrefi því að einfalda húsnæðisstuðning til þeirra sem eiga rétt á honum og til að hafa betri yfirsýn yfir kerfið í heild. Mikilvægt er að tekið verði afstaða til kostnaðarskiptingar á milli ríkis og sveitarfélaga. Ég fagna þessari skýrslu enda mikilvægt að einfalda húsnæðisstuðning til þeirra sem eiga rétt á honum. Eins og framkemur hjá velferðaráði þá er mikilvægt að afstaða verði tekin til kostnaðarskiptingar á milli ríkis og sveitarfélaga. Mjög jákvætt skref fyrir hið opinbera, bæði ríki og sveitarfélag og skjólstæðinga kerfisins. Ég óska þetta verði bókað. Ég kem hér síðan undir lið 3, þjónusta við umsækjendur alþjóðlega vernd. Bæjarfulltrúi Miðflokksins tekur í einu og öllu undir þau sjónarmið sem framkoma í bókun velferðaráðs enda er bókunin að nokkru leyti byggð á málaflutningi mínum á kjörtímabilinu. Sérstaklega er tekið undir að þjónustusamningurinn hafi haft álag á ýmsa innviði og talsvert álag hafi verið á sjúkraflutninga vegna flutninga í sóttvarnarhús. Eins og staðan er í dag er mikið atvinnuleysi í Reykjanesbæ og kallar það á mikið álag á ýmsa stofnanir bæjarins og ekki síst félagsþjónustuna. Við það bætist að hælisleitendur þurfa mikla þjónustu og mikla aðstoð fyrstu mánuðina. Ríkisvaldur verður að taka á vandanum. Byggja ætti sérstaka móttökustöð fyrir hælisleitendur í námunda við flugvöllin að fyrirmynd Norðmanna. Þar sem þjónusta yrði veitt á meðan umsóknir yrðu afgreiddar á 48 klukkustundum. Miðflokkurinn á Alþingi lagði fram þingstillögunar ályktun breytingar á útlendingalögum til að auka skilvirkni í meðferð hælisleitanda á síðasta ári. Að dómsmálaráðherra yrði falið að flytja frumvarp breytingar á útlendingalögum sem verði lagt fram eigi síðar en 1. mars 2021. Svo að lögfesta megi nauðsynlegar breytingar í málaflokknum fyrir þinglok. Ég fagna því að velferðarráð sér ekki stætt á að ganga til samninga við Útlendingastofnun að Reykjanesbær taki yfir þjónustu á Lindabraut 536 á þeim grundvelli sem stofnunin leggur til, enda er það algjörlega ótækt og óskiljanlegt að stofnunin skuli ætlast til þess að sveitarfélagi taki yfir þessa þjónustu, sér í lagi að Útlendingastofnun tók á leigu Lindabraut til 5 ára í óþökk sveitarfélagsins. Ég tek undir með velferðarráði að fleiri sveitarfélög verði að axla ábyrgð í málaflokknum sem er í ólestri og skrifast það á stjórnvöld. Það er óásættanlegt að Ísland skuli vera með veikustu löggjöfin í Evrópu í málefnum hælisleitenda. Það kallar bara á eitt, stöðuga fjölgun umsókna hér á landi. Reykjanesbær getur ekki leyst heimatilbúin vanda stjórnvalda þegar kemur að hælisleitendum. Ég óska að þetta verði bókað. Ég ætla síðan að koma hér undir lið 5 stjórnsýslu úttekt á velferðarsviði. Engin fylgigögn eru undir þessum lið sem fram kemur í fundagerðinni, en það kemur fram einnig í fundagerð að Hera Ósk Einarsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs, fór yfir stöðu mála. Ég spyr því hvernig á ég að geta samþykkt fundagerðina án þess að hafa fengið upplýsingar hver staðan er á stjórnsýslu úttektinni. Þetta kalla ég ekki góða stjórnsýslu og hvað þá gegnsæi að láta ekki fylgja minnisblað hver staðan er. Ég óska eftir að kjörnir fulltrúar fái stjórnsýslu úttektina að senda til að þeir geti kynnt sér málið, en það er lágmark að allir kjörnir fulltrúar fái stjórnsýslu úttektir sem bærinn fer í. Ég óska að þetta verði bókað. Takk fyrir. Takk fyrir. Jana Hilmarsdóttir, ekki svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar gestir, ég kem einnig upp undir lið 3 og ég vil taka heilshugar undir orð bæjarfulltrúar Guðnýjar Birnu og ég á ekki til orð yfir það vonbrigði mín með Útlendingastofnun og hvernig þeir eru að haga sér. Mér finnst ekki tekið neitt mark á orðum sérfræðinga hér í sveitarfélaginu eða þau tekin til athugunar á einn eða neitt hátt. Útlendingastofnun setur fram ákveðnar forsendur og það er eiginlega bara take it or leave it
og það þykir mér allt annað en sanngjarnt. Við erum 1-3 sveitarfélög á landinu sem hafa markvisst verið að sinna þessum málaflokki undanfarin ár og höfum verið að gera það glimrandi vel og við höfum verið og erum tilbúin í samtal útvíkkun á samningi og Útlendingastofnun en þau virðast bara ekki vera þar og það þykir mér miður. Ég er mjög ánægð með bókun og samstöðu velferðarráðsins okkar sem er faglegt fram í fingurgóma og ég stend með þessari bókun ráðsins. Og ég er ekki tilbúin að ganga til samninga þessum forsendum og ef Útlendingastofnun eru ekki tilbúinir til frekari viðrana þá nær það ekki lengra. Og mér finnst líka ansið sorglegt hvernig þeir hafa komið fram með okkur íbúa hér í bæjarfélaginu. Með því í fyrsta lagi að taka á leigu risastórt húsnæði á Ásbrú, þessu viðkvæma svæði sem við erum að reyna að hífa upp án samráðs við sveitarfélagið og í óþekk okkar. Þar geta verið vistaðar alltaf 100 einstaklinga sem margir hverjir að koma úr mjög erfiðum aðstæðum og þurfa mikla faglega aðstoð og málaflokkur umsækjenda alþjóðlega vernd hefur verið að könnu dómsmálaráðuneytisins til margra ára og málaflokknum hefur ekki verið sinnt í samræmi við aukningu á fjölda umsækjenda sem hingað koma og það vantar klárlega skýrari verklagsreglur og ráðuneyti. Takk fyrir þetta, Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að koma hérna upp 2 atriði sem ég langar að minnast á, annars verður það 48 tímanir sem bæjarfulltrúi Margrét Þórhallsdóttir nefndi. Það var fyrir ansi mörgum árum síðan að bæjarstjórn Reykjanesbæjar tók þátt í því að senda út fólk til Noregs til þess að skoða hvernig þeir eru að vinna að þessum málum og það fréttir höfðu borist að þetta tæki 48 tíma. En síðan hefur nú komið ljós að það ekki rétt. Það tekur mjög lengri tíma hjá þeim og ég held að við Íslendingarnir séu ekkert svo langt á eftir með það en ég vildi bara laga þessa umræðu að þetta er ekki rétt að það sé alltaf 48 tímar þó það hafi verið stefnan í upphafi. Ég held að séu núna orðin einhver 8 ár síðan að þessi umræði byrjaði. En það var einmitt fyrrandi bæjarstjóri Reykjanesbæjar sem hóf þessa umræðu og fór til Noregs til að kynna sér málið og þá kom nú annað í ljós. En mér langar aðeins að út af 5. lið bara koma því á framfæri að eins og við öll vitum að þá erum við að gera úttekt á velferðarsviðinu, heilstæða og mikla úttekt sem hefur verið núna vinnan hefur staðið núna yfir í marga mánuði og við erum núna að bíða eftir tillögum til úrbóta og sú kynning fer fram í bæjarráði næstkomandi 50. Þar sem þeir aðilar sem hafa verið að vinna fyrir okkur kynna stöðuna og úttektina og það er það sem gerist á velferðarsviði að þau eru að ræða málina því að vinnan liggur þar inni. Það verður ekkert formlegt komið eitt en eitt til bæjarfulltrúa fyrr en núna á 50. Þannig að sé ekki misskilningur á ferð með það. Takk fyrir Jóhann Friðrik Friðriksson, gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir sem að heima sitja. Ég vil að hrósa velferðarráði sérstaklega fyrir bókunina sem kemur fram í þessari fundargerð. Hún ber algjörlega af. Af hverju vil ég nefna það sérstaklega vegna þess að hún byggir á sannreyndum upplýsingum. Hún gengur út af það að benda á hvers vegna við getum ekki gengið að þessum samningi á þessum forsendum. Það þýðir ekki að sveitarfélagið sé að hafna á einn eða annan hátt mögulegum samningaviðræðum í framtíðinni. Í bókunni kemur ekkert fram að það sé ekki vilji ráðsins að gera vel í málaflokknum eins og við sannarlega höfum verið að gera varðandi þær fjölskyldur sem við höfum verið með í þjónustu. Þetta er
umræða sem ég held að við þurfum að umgangast af mikilli virðingu. Þarna að ræða fólk, fjölbreyttan hóp fólks sem sækir alþjóðlega vernd á Íslandi eða eftir atvikum í mismunandi ásökunarlagi þegar þeir koma hingað. Alls ekki einsleitur hópur sem við erum að þjónusta eða að koma hér til landsins. Forsendurnar sem koma fram í þessari bókun hafa ekkert með atvinnuleysi í Reykjanesbæ að gera. Þær eru fyrst og fremst byggðar á því að við teljum okkur ekki, samkvæmt því sem verið að setja fram, geta fullnægt þeim þjónustu þörfum sem við teljum að þessir einstaklingar þurfi. Kæmi Útlendingastofnun eða eftir atvikum ríkisvaldið með aðra útfærslu á því yrði að sjálfsögðu tekið vel í slíkar málaleitanir. Ég viðurkenni það að ég hef ekki kynnt mér málaflokkinn í hörgul, en ég veit það þó að mikið af þessu ágæta fólki að koma frá aðstæðum sem enginn okkar myndi nokkuð tíma vilja óska sér að vera í. Það í einhverjum tilfellum að leita á náðir vestrænna ríkja, komandi úr allskyns bakgrunni, þar sem að mögulega stríð hefur geisað, ofsóknir út frá hinum af þessum forsendum, eða í einhverjum tilfellum á verðgangi, en allt eru þetta einstaklingar sem eiga lagalegan rétt til þess að njóta verndar og þjónustu, ekki bara settir saman í einhvers konar gripahús í næsta umhverfi þess flugvallar sem það kemur inn á. Þess vegna hef ég aldrei tekið vel í þá umræðu sem að snýst það að vera hér með einhvers konar lokaða girðingu fyrir þetta fólk. Misjafnt hafast löndin að í hinum vestræna heimi og misjafnt hvernig það úr garði gert á Norðurlöndunum. En ég held að við þurfum alltaf að horfa á þetta ágæta fólk sem einstaklinga sem að hafa rétt og þeim ber að tryggja ákveðin mannréttindi. Á þeim forsendum held ég að við skulum ekki leiða umræðina út í eitthvað annað eða velta fyrir okkur hvort að við getum ekki þjónustað þetta fólk vegna þess að við séum ekki aflögu fær. Það algjörlega tvennt ólíkt. Hér myndist bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir á þingsályktunartillögu Miðflokksins á Alþingi gagnvart útlendingamálum og ég held að væri forvitnilegt að vita hvort að hún hafi falið í sér svipaðar tillögur og koma fram þarna í bókunni þjónustu stig, dreifingu þess ágæta fólks landið til þess að tryggja þeirra mannréttindi, þeirra heilsu, þeirra lagalegu vernd. Vonandi felur sú ályktun Miðflokksins á Alþingi í sér eitthvað slíkt vegna þess að það það sem við þurfum. Við þurfum að taka heildrænt utan málaflokkinn og ég held að það gæti orðið erfitt að skikka einstaka sveitarfélög gegn vilja sínum til þess að taka við fólki og ég velti fyrir mér hvort að það sé endilega rétta leiðin eða hvort að ríkisvaldið þurfi einfaldlega að breyta Útlendingastofnun úr afgreiðslustofnun í þjónustustofnun og taka almennilega utan málaflokkin. Og það má vel vera að félagsþjónusta sveitarfélagana eða eftir atvikum aðrar stofnanir á Íslandi þurfa að koma að slíku. En mér sýnist þarna að vera og yrði þá grundvallar breytinga að ræða á hlutverki þeirra stofnunar. Við erum því undirseld sem að hefur nú verið okkar gæfa að flestu leyti að búa hér nálagt eina alþjóðaflugvelli landsins og langstærsta alþjóðaflugvelli landsins og það má vel vera að hér í kringum okkur væri best niður komið slíkri stofnun. En þá þarf hún að sjálfsögðu að vera fjármögnuð af þeim sem með málaflokkin sem ríki í þessu tilfelli. Í þessari
fundargerð er einnig komið inn á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Og þess vegna vill ég nýta tækifærið og minnast á mikilvægi þess að við þrýstum á ríkisvaldið til þess að bæta úr og lengja bótatímabilið. Sveitarfélagið er að verða fyrir að sjálfsögðu gríðarlegum áföllum í ljósi COVID, en við þurfum öll að leggjast á eitt og við sjáum gríðarlega aukningu á fjárhagsaðstoð og við munum sjá það á næstu mánuðum og misserum. Ein leið til þess að tryggja það að fólk hafi lífsviðurværi er að lengja þetta bótatímabil. Bæjarstjórn samþykkti slíka ályktun og ég er að vonast til þess að núna á nýju þingi verði litið til þess og þetta bótatímabil verði framlengt. Í grunninn þurfum við að sjálfsögðu að huga að atvinnuleysinu og viðbrögðum við því og hvernig við sköpum atvinnu. Og það er nú okkur framsóknarmönnum tamt að tala vinnu og vöxt og velferð. Þess vegna er gaman að geta þess, og ég ætla að leyfa mér, herra forseti, að gera það hér í pontu, að ríkisvaldið hefur ákveðið það að auka hlutafé Isavia 15 milljarða króna til þess að koma á móts við tekjutap þess félags út af COVID og gera því kleift að halda áfram framkvæmdum á Keflavíkurflugvelli með fullum styrk. Þetta er gríðarlega mikið og stórt mál fyrir okkur Suðurnesjamenn. Og samkvæmt plönum Isavia eiga þær framkvæmdir sem liggja fyrir að vera kláraðar 2025. Þarna eiga eftir að verða til fjöldi starfa og vonandi sem allra fyrst. En einnig hefur bæjarstjórn, atvinnulíf á Suðurnesjum, ríkisvaldið, markvisst verið að vinna því að reyna fjölga störfum og þar ber náttúrulega að nefna skipaklasa og mögulegt fiskeldi Samherja í Helguvík. Og vonandi förum við að sjá hjól efnahagslífsins spóla á stað þegar okkur tekst að ná utan kórónuveiruna núna á seinni hluta þessa árs. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Mér langar að nefna fyrst að ég tek heils hugar undir með Margréti Þórarins að í 5. máli þá taldi ég að vantaði gögn en það kom fram hérna að það hefði ekki verið gögn, heldur hefði þetta verið spjall, en það verður þá gott allavega að orða það öðruvísi, því að ég tók það þannig að það væri komnar einhverja upplýsingar varðandi stjórnsýsluúttekt sem að væru ekki setta fram og það er frekar óþægilegt að við erum að samþykkja ákveðna fundargerð en erum ekki viss hvað er inn í henni. En varðandi 3. mál, þá verði ég að segja og taka undir það sem komið fram, að það er ánægilegt að það náði samstaða á velferðarráði og það þurfti ekki mikið til. Og þetta er vel unnið og þetta eru góður rök sem skipti máli í svona umræðu. Rök fyrir málstað og einstaklingarnir skipta sjálfsögðu mestu máli. Að taka vel á móti einstaklingum en ekki hrúa þeim á einn stað með mismunandi menning og fleira. En þó verð ég að koma hérna upp og nefna nokkur mál. Þar sem ég hef áhyggjur af því sem ég hef heyrt í umræðinni hér. Það er í fyrsta lagi að ég vil bara vera viss um að vonandi er ég að miskilja. Að það þannig sem sagt að ef að ríkið ákveður að veita fjármagn í stofnanir á Suðurnesjum, svo sem heilbrigðisstofnunina, styrkja jafnvel sveitarfélagið, setja meira fjármagn í lögregluna, sérstaklega vegna þessa málaflokk sem eru vegna umsækjenda alþjóðlega vernd, er meirihlutinn þá að segja
að við erum tilbúin í það. Og það verður við að vera vissum og vita hvað við erum að tala um. Í öðru lagi erum við sem sagt sammála að taka samtal útvíkkun á samningi. Erum við þá að tala hvað þýðir það? Erum við þá að tala að við erum tilbúin að taka á móti fleirum? 200 manns eins og þeir eru að tala samningurinn núna 100 manns. Og eins að við þurfum líka saman að ákveða hvað erum við að tala Við höfum talað að við viljum lagabreytingu, en í hvert skipti sem talað lagabreytingu, af því að það hefur verið nefnt hér að þetta undir dómsmálaráðuneytinu, að þá koma sérstaklega stjórnarandstaðan á þingi hefur komið fram og verið á móti mjög miklum breytingum. Og það hefur valdið miklum erfiðleikum og umræðan hefur oft farið út og suður eins og við höfum aðeins heyrt hér að það hefur verið að fara að tala einstaklinga og þeir bara burtu með þá, til dæmis, sem ekki mjög málefnalegt. Þannig að þetta þarf að vera málefnalegt en þetta þarf að vera einhverju viti. Og eins, hvernig ætlum við að beita okkur fyrir lagabreytingum? Ætlar Margrét Sanders að hringja í dómsmálaráðherra? Þetta virkar ekkert svoleiðis. Við verðum nákvæmlega að vita hvað erum tilbúin í og við vitum það að Útlendingastofnun hefur verið með hótanir við okkur, hefur sagt við okkur að þeir vilja við tökum við fleirum, að þeir bara leigi meira húsnæði ef við erum ekki tilbúin til viðræðu eða ætlum ekki að semja, þá bara komaði með fleiri og þeir þurfa ekki að semja við okkur. Og hvað ætlum við að gera? Þetta eru hlutir sem við verðum bara að taka umræðuna eflaust ekki gott að vera að taka svona umræðu bara í beinni útsendingu, en þetta samt út af þessum orðum sem hafa verið látin falla, þegar við erum að gefa í skinn að við erum tilbúin til viðræðu útvíkkun á samningi, þá erum við að segja að við erum tilbúin að taka við fleirum. Og við erum líka að segja, ef að við tölum að það sé fjársvelti á stofnunum, að þá erum við þá líka að segja, og þetta er spurning, erum við þá líka að segja, eins og ég nefndi áðan, að við erum tilbúin í fleiri, að taka á móti fleiri umsækjendum með alþjóðlega vernd, ef að það lagast. Þannig að ég ætla að hvetja okkur öll til þess að vera miklu fókusera í þessu máli síðan í framhaldinu, en ítreka það að bókunin til fyrirmyndar. Takk. Jón Friðrik Geirsson. Já, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir sem heima sitja. Að sjálfsögðu get ég tekið undir orð Margrétar Sanders að best að vera mjög fókuseruð í svona umræðu. En þetta viðamikill málaflokkur og við stöndum uppi Reykjanesbær í þeirri undarlegu stöðu að stofnun á vegum ríkisins ákveður að leigja hér aðstöðu fyrir hælisleitendur, hvað sem okkur líka betur að vera. Það var ekki okkar val sérstaklega. Reyndar var einhver umræða áður en að kom til þess að taka þetta hús á leigu, en við höfðum á endanum ekkert það að segja. Aftur á móti liggur þá í hlutarins eðli að önnur sveitafélög eru ekki undirseld sömu stöðu. Og það auðvitað umhugsunarvert. Það hefur samt sem áður verið raunin að þetta fólk, ágæta fólk, sem við höfum verið að þjónusta í gegnum tíðina, undanfarin ár, það hefur verið fólk sem hefur leitað hingað og verið fjölskyldur. Við höfum reynt að hlúa mjög vel að því fólki. Og ég vil alls ekki segja það að þeir einstaklingar sem hingað koma þurfi ekki líka á þjónustu að halda, svo sannarlega. Og hafa nákvæmlega sama lagalega rétt eins og þeir sem að fá þjónustu hjá Reykjanesbæ.
Það hefur gengið vel og hefur verið framúrskarandi og þess vegna er auðvitað staða okkar öðruvísi heldur en annarra sveitarfélaga. Hvernig við komum til með að eiga samtali við ríkisvaldið og bæjarfulltrúi Margrét Sanders talaði um það að hringja í dómsmálaráðherra. Það er að mörgu leyti bara alveg ágætis hugmynd. Ég er ekki með símann hennar, en ef að Margrét er með hann, þá eru orð til alls fyrst. Ég held að þetta sé auðvitað bara kannski frekar sagt í hálfkæringi og bara gaman að því, en auðvitað er þetta málefni sem við þurfum að taka utanum og hvort að meiri hlutin sé tilbúin til þess að taka við einhverju ákveðnu magni. Við erum að tala um fólk í þessu tilliti. Ef að við gerum þjónustusamning við einhvern, þá er algjört lykilatriði að við getum uppfyllt hann. Að við höfum fjármagn til þess, við höfum sérfræðinga til þess og við getum gert það á þeim forsendum sem að okkar eigin sérfræðingar er að segja okkur að þurfa að liggja fyrir. Ef að það kemur til þess, þá myndi ég sem bæjarfulltrúi að sjálfsögðu skoða það. Ef að forsendur breytast og sem einstakur áhugamaður samvinnu, þá myndi ég að sjálfsögðu ekki segja nei áður en ég væri búin að skoða breyttar forsendur. Takk. Guðni Birna Guðmundsdóttir, gerðu svo. Kæri forseti og bæjarfulltrúar, já, mig langar að koma inn aðeins aftur til að skerpa á nokkur hlutum, sérstaklega eftir ræðu Margrétar Sanders, bæjarfulltrúa. Ástæðan fyrir því að við fórum í okkar vinnu sérstaklega og við ræddum við lögregluna, við ræddum við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, ég ræddi reyndar ekki beint við sjúkraflutninga, en ég var bara svona að heyra þeirra álit, hvernig er álagið tengt þessum málaflokkum hjá þeim. Er búið að ræða við ykkar ríki að auka fjárstuðning vegna þess og það var ekki. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hefur varla mannskap til að sinna íbúum Suðurnesja eins og þeir eru núna. Þannig að þótt að ríki myndi bæta í það væri bara einfaldlega ekki nóg. Þetta, fólk sem sækir alþjóðlega vernd hefur ýmis vandamál að stríða eins og líkamlega og sérstaklega sálræn og við höfum ekki sálfræðinga en ég geðlækna til þess að sinna þeim, því miður. Ef við fengjum 20 sálfræðinga og 30 geðlækna, gætum við tekið þetta? Mögulega, við þurfum bara að skoða það. En umfram allt það sem þetta mál snýst er að hugmyndafræði Reykjanesbæjar frá upphafi, þegar við fórum að taka móti umsækjendum alþjóðlega vernd, var að dreifa fólkinu sveitarfélag okkar þannig að það myndi innlimast í samfélagið okkar. Það að leigja risablokk og tróðlumenjana 100 manns er ekki í samræmi við það. Að þvinga okkur að taka við þess slags samning er ekki í anda okkar. Það er það sem við erum að meira. Hvort við gætum komið að samtali að útvika samningin okkar úr 70 manns í 100 manns, við getum alveg skoðað það, en að þvinga okkur í 30 ára úrræði með blokk sem aðheldist ekki það sem við stöndum fyrir, getum við ekki samþykkt. Þannig að útvikun og samning, það er alveg eitthvað sem við getum skoðað en ekki þeirri mynd sem það er og það snýst þessi bókun og það snýst þetta atriði, getur verið ekki Lindabraut eins og hún er? Nei, svarið er nei. Út af því að við viljum ekki hafa þessa samlóðin fólks og sér í lagi þegar við inntum Útlendingastofnun, ef við myndum taka við þessu, myndið þið hægt að koma hingað. Svarið var nei, við getum ekki lofað þið. Þannig að við sáum í okkar huga út af því það er engin framtíðarsýn í þessu málaflokki, eins og þið vitið. Það er ekkert framtíðarplan hvað kemur 100 manns á ári, 1000 manns á ári, 5000 manns á ári. Hvernig ætlum við að bregðast við þessu? Eina úrræði virðist vera að koma upp í Ásbrú og fara fram hjá sveitarfélaginu og það getum við ekki viðunað. Þannig að við erum virkilega að biðja ríkið að aðstoða okkur í því að setja sér sameiginlega sýn til framtíðar hvað á að gera, annað en að fara bakdara með inn hjá okkur. Út af því að við erum að sinna þessu verkefni. Þetta er ekki, við erum ekki að taka við engu og segja við ætlum ekki að taka þátt í þessu, við viljum þetta ekki, við erum alls ekki að gera það. Við hefum sinnt þessu verkefni í mörg ár og gert það mjög vel. Við erum bara að segja, við getum ekki verið 3 að sinna þessu. Hinir verða að koma með. Það snýst þetta mál. Og við hefum að gera þetta, við hefum gert þetta vel, við hefum boðið aðstoð í ráðgjöf til annarra sveitarfélaga, það hefur enginn viljað tala á okkur.
Þannig að þetta er svolítið svona bragurinn okkar bara því verða að taka við boltanum, ríkið, dómsmálaráðuneytið, hvað ætlið að gera annað en bara að leiða næstu blokk. Þið verða að sinna þessu máli vel. Takk. Takk fyrir Jón Einarsson, getur vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að leggja þetta orð í belg, örstutt. Ég ætla nú að taka undir það sem hér hefur verið sagt. Reykjanesbær hefur verið leiðandi aðili í þessum málaflokki í fjölda ára og hér árum áður þá lentum við í því að samfélagið hérna fór aðeins halloka í þessum málaflokki og hérna voru árum 2012 og 2013 alltaf vel yfir 200 manns. Umsækjendur alþjóðlega vernd og þetta hafði mikil áhrif á samfélagið okkar hérna niður frá og það var ólga í samfélaginu og út frá því að þá gerðum við nýja samning og fækkuðum umsækjendum og undanfarin ár hefur þetta verið kring 70 manns. Við höfum líka marg ítrekað þá skoðun okkar að við erum ekki sammála því sem þeirri vegferð sem Útlendingastofnun er að fara og en eins og hér hefur komið fram þá hefur aldrei verið hlustað á okkur. Við höfum bæði talað við þingmenn þetta mál og svo allsherjarnefnd en öll þessi ára einhvern veginn höfum við setið á hliðarlínunni þrátt fyrir að vera það sveitafélag sem hefur mesta reynslu af öllum sveitafélagum á Íslandi í þessum málaflokki. Við óskum líka eftir stuðningi að hér yrði staðsett stofnun sérstaklega sem væri búinn sérfræðingur til að sinna þessum málaflokki en hann fór vestur á Firði. Við þekkjum öll kjörorð okkar Reykjanesbær í krafti fjölbreytileikans. Þetta samfélag okkar er orðið mjög alþjóðlegt. Hérna er rúmlega 25% íbúa á öðru utanfrá. Alþjóðlegir aðilar sem hafa lýst upp samfélagið okkar og skapa hér fjölbreytta menningu og svo sómi er að. Þess vegna skildi ég ekki alveg þann málflutning sem hér fór fram áðan að við varum ekki fókuserið hvað við viljum. Ég tel fyrst og fremst að þá er Reykjanesbær mjög skýr í sínum málflutningi í þessum málaflokki og þessi bókun sem Guðni Birna las upp hérna áðan er fyrst og fremst út af einu máli, ósk Útlendingastofnunar samning. Og samningurinn er mjög skýr og þið öll fengið afrit af honum og við erum ekki tilbúin að ganga til móts við þann samning. Við ætlum ekki að fara þá leið. Það erum við að svara hérna. Við erum ekki að leggja til hvernig framtíðin verður. Við vitum það bara að það er nóg komið af þessum fjölda hérna hjá okkur og þeim er illa sinnt. Það er fókusinn, það er bókunin okkar. Það hefur ekkert að gera með það þó að fjölgi fjármagn komi til stofnana á Suðurnesjum, það breytir ekki skoðun okkar á þessum samningi. Alls ekki. Þannig ég held að sé kannski eitthvað misskilningur í þessu. En við höfum líka ýmsir hafa rætt það að við getum bætt við okkur og farið í 70, 80, 90 manns. En þá er það gegn því að þessi hópur sem er á vegum Útlendingastofnunar að hann fari þá eitthvað annað. Við ætlum ekki að innlima allan hópinn. Mér finnst þetta mjög skýrt hvað átt við viljum fara í þessu verkefni. Og ég er hreykinn af velferðarráði og þeirri samstöðu sem þar hefur verið í málinu og tel það að við höfum gert vel í því að koma þess á framfæri. Og ég undrast álítið þögn sveitafélaga. Sveitafélaga líka hérna á Suðurnesjum. Það heyrist ekki bobs. Það er enginn sem styður okkur í þessu. Það er enginn sem tekur við. Nokkur sveitafélag á Íslandi hafa tekið við kvótaflóttamönnum en á þessu sviði er enginn sem styður okkur. Enginn. Og ég held það að háttvirtur dómsmálaráðherra ætti að taka þetta mál alvarlega upp. Sérstaklega með tilliti þess að þeir virðast fá nóg fé til að leigja eignir en ekki að ráða starfsfólk. Það hefur komið ljós í samtölum okkar við Útlendingastofnun að þeir fá nógan pening til þess að leigja hús. Og þá fara þangað sem húsin eru til. Það er hjá okkur.
Og þetta er að mér minnir í 3., 4. eða 5. skipti sem Útlendingastofnun óskar eftir samningi við okkur og við höfum alltaf sagt nei og nú rökstyðjum við vel af hverju við viljum það ekki. Þannig ég hvet okkur til að standa vel á bakvið þetta og efast ekki að það er góður hugur að baki og það þarf að taka hana málaflokk verulega í gegn. En það er ríkið sem þarf að gera það, þeir ber ábyrgð á þessu, númer 1, 2 og 3. Takk fyrir þetta. Margrét Þórhallsdóttir. Virðulegi forseti og aðri viðstaddir, mér langar til að svara bæjarfulltrúa Jóhanni Friðrik þar sem hann óskaði svara hvað þingsályktunartillagan fæli í sér. Ég óska þess bara að þú kynnir þér, herra bæjarfulltrúi, þingsályktunartillögu Miðflokksins en hún var lögð fram á 105. löggjafarþingi 2020-2001 og þingskjal númer 528, mál númer 389. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Aftur, bókun velferðarráðs var mjög góð, rökföst og málefnaleg. Í umræðu hér hefur komið fram frá fulltrúum meirihluta nokkru sinnum og nokkru komið fram að þeir eru tilbúnir í að víkka út samningin. Og við höfum rætt saman núna við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og ég segi það hér þannig að það sé algjörlega á hreinu í ljósi þess að 20-25% íbúa Reykjanesbæjar eru að erlendu bergi brotin, þá eru við algjörlega á móti því að samningur þjónustu hælisleitenda eða þá einstaklinga sem hafa óskað eftir alþjóðlegri vernd, að þessi samningur verði víkkaður út. Og við erum tilbúin til samstarfs við meirihlutann ef áhugi fyrir að berjast með kjafti og klóm á móti því að Útlendingastofnun fari þessa ómanneskjulegu leið að leigja íbúðir upp á Ásbrú og hrúa þar fólki og bæta jafnvel við. Þannig að það sé algjörlega á hreinu, við erum algjörlega á móti því að útvíkka samning þennan. Takk. Takk fyrir þetta. Forseti vill gjarnan fá að taka til máls undir þessari fundargerð. Mér langar fyrst að byrja á lið nr. 2 sem að varðar húsnæðisstuðninginn. Þar að ræða hugmyndir það að sameina þetta á eina hendi og ég held að það hafi nú komið fram bæði inn í bæjarráðin í umræðu þar og líka bara hjá velferðarsviðinu að það sé auðvitað bara ágætt að þetta sé á einni hendi. Sérstaklega vegna þess að fólk sem er að umsækjendur slíka hluti er ekkert alltaf átt að segja á því að það eigi rétt hjá tveimur aðilum. Og ég vil bara leyfa mér að segja að þetta er tilraun sem mistókst. Það er ekkert langt síðan að sveitarfélögin voru bara með þetta á sinni könnu og gekk bara, held ég, þokkalega en síðan ákvað ríkisvaldið að taka til sín grunnstuðninginn og skilja eftir sérstakar húsnæðisstuðning hjá sveitarfélögunum. En nú er komin hugmyndum að taka þetta tilbaka aftur. Ég veit ekki hvort það lendir þá ríkisins megin eða sveitarstjórnarstigsins megin en það verður bara komið ljós og svo þarf við að ræða það bara skiptinguna, hver er kostnaðurinn að þessu og hvernig á að halda á þessu til framtíðar.
En það er greinilegt að þessi tilraun, hún gekk ekki upp. Og það hefur sýnt sig á því að fólk hefur bara ekki átt að segja á hver réttur þeirra væri. Nú varðandi þetta þriðja mál sem að hér hefur verið til umræðu og margir bæjarfulltrúar hafa tjáð sig langar mig aðeins að leggja orðið belg. Og ég vil fyrst kannski bara byrja þar sem að bæjarfulltrúi Margrét spyr ef að bætt væri í þá þjónustu sem ríkið er að veita hér suður með sjó, værum við þá tilbúin til að stækka þennan samning. Og síðan hefur komið í ljós í seinni umræðu Margrétar að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru algjörlega á móti því að þessi samningur verði stækkaður. Ég held að við ættum að velta vöngum yfir raunveruleikanum. Hver er hann? Og hann er sá að við erum hér með eitt stykki bæjarhluta sem heitir Ásbrú, sem var skilinn eftir í höndunum á sveitarfélaginu. Þar fekk ríkið gefins miklar eignir og meiri segja og bjóð sér til verulegan hagnað af þessum eignum sem var fluttur í út af svæðinu. Ég hef nú heyrt tölu upp á 14 milljarða. En til viðbótar, að því að það dugði ekki í ríkisvaldinu að fá bara 14 milljarða, heldur settu þau sérlög fyrir sig til þess að geta tekið á okkur fastnaðargjöldin á meðan eignirnar voru ekki í notkun. En á þessum tíma þurftu við að axla þá ábyrgð að sinna þessum bæjarhluta á sama hátt á öðrum bæjarhlutum. Þrátt fyrir að innviðir þessa samfélags væru mjög slæmir. Gott og vel, þetta er gamla sagan. Okkur hefur ekki gengið neitt rosalega vel að gera þennan bæjarhluta eins úr garði og aðra bæjarhluta. Þarna eru alls konar byggingar sem hægt var að nýta undir alls konar starfsemi, bæði grófa og fína starfsemi. Þarna er líka til fullt af húsum sem breytt hefur verið í gistirými. Af því að menn töldu að þeir geti haft einhvern ágáðu á því að fá einhverja til þess að gista upp í Ásbrú. Það hefur nú ekki tekist neitt rosalega vel, þó að þegar að mesta þensla var hafi einhverjir séð sér hagið í að gista í Ásbrú og einhverjir sem að tengst hafa flugvellinum. Og nú stendur autt gistirúm upp í Ásbrú. Og þá spyr maður núna í þessari stöðu, ætlar ríkisvaldið og dómsmálaráðuneytið sem stjórnað er af Sjálfstæðisflokknum, Útlendingastofnun er ekkert annað en hluti af dómsmálaráðuneytinu. Ætla þeir að halda áfram að valta yfir þetta sveitarfélag af því að það hentar þeim. Skiljandi sveitarfélagið eftir með þennan bæjarhluta og varpa allri ábyrgð á bæjarhlutunum til sveitarfélagsins. Nú leyfa þeir sér að vaða hér yfir okkur eins og þeim sýnist bara af því að þetta stendur tómt húsnæði. Ég spyr, og þess vegna finnst mér þetta að vera ankannaleg spurning hjá bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þegar hann spyr okkur ætliði virkilega að taka við fleirum ef að löggan fær meiri pening. Hvaða val hef ég? Ef ég tek ekki við samningnum, hvaða val hef ég þá? Jú, að Útlendingastofnun haldi áfram að leigja fleiri blokkir og hrúa inn fólki sem er að glíma við alls konar hluti.
Þannig að við höfum enga stjórn. Af tvennu illu spyr ég þá, hvort er betra við hafum eitthvað um málun að segja eða við látum þetta bara átölulaust og gerum ekki neitt. Hér hefur margt komið fram. Fólk nefnir hér einhverja tillögu hjá Miðflokknum hvernig megi henda fólki úr landi á 48 tímum. Ég er ekki viss að það standist alþjóðlega að henda fólki út á landi á 48 tímum. Umsækjendur alþjóðlega vernd, þeir hafa líka sín réttindi. Og þeir hafa þau réttindi að teki sig á þeirra málum af virðingu. Og þess vegna dög ekkert 48 tímar í slíkt. Ég held að ég sammála bæjarfulltrúa Miðflokksins þegar hann nefnir hér að við þyrftum að skoða möguleikann því að hér er sett upp móttökustöð sem að væri þá lagskipta að einhverju leyti og ég held að fyrsta lagið í slíkri móttökustöðu væri einhvers konar öryggisvistun. Það er ekki eðlilegt og réttlætanlegt að fólk komið til landsins gegnum liðið, já ég er umsækjandi alþjóðlega vernd og við vitum ekki neitt. Fólk er ekkert bakgrunnsstrekkað og því er hendin í einhverja blokk. Þetta geta ekki verið ásættanlega vinnubrögð. Við hljótum að krefjast þessi samfélag að við gerum eins og önnur samfélag gera, tökum við þessu fólki af virðingu en gætum öryggis sem við erum alls ekki að gera. Einu sinni tók ég upp puttaling á Reykjanesbrautinni sem að beið eftir niðurstöðu, hvort hann fengi að vera að það yrði rekin úr landi. Þetta var ungur samkynhneigður strákur og hann óttaðist það af því að samkynhneigð var bara bönnuð í landinu hans. Að honum verið skutlað út, sem varð raunin. Honum var skutlað út, ég veit ekki hvað varð með hann vesalist streng, en hann fekk ekki að vera hér. Ég bara held að við hljótum úr því sem komið er að krefjast þess að ríkisvaldinu, og ég ætla bara að minna það, bara dómsmálaráðuneytið er með málaflokkin. Alltaf þegar kom upp einhver mál þá fara menn að tala um mannakonur, að tala um málsmeðferðartíma. Og hann sé einhvern veginn og svona og svona og svona og hvað gerist? Ekki neitt. Sjálfstæðisflokkurinn hefur í raun ráði ríkjum í dómsmálaráðuneytinu fyrir auðvitað það að Ögmundur Jónasson kíkti þar við í smá tíma. Það eru hæg heimatökin að breyta þessu, en það er ekkert gert. Bara teki blokk á leigu upp í Ásbrú og svo bara liðinu skuttlaðar inn. Og svo höfum við að bera ábyrgð á þessu. Þetta er náttúrulega bara fáránlegt. Og það sé verið að spurja okkur að því, við ætlum virkilega að bæta við þennan samning. Minna, í hvaða stöðu erum við sem samfélag? Við höfum ekkert val. Þannig ég held að við ættum aðeins að bretta upp ermarnar og tala við okkar fólk í þeim flokkum sem við tilhörum. Og koma þessum mál á dagskrá. Þetta er bara að minni hyggju sá veruleiki sem við stöndum frammi fyrir. Svo leitar fólk niður á skrifstofu Reykjanesbæjar eftir einhverju þjónustu, eftir einhverju aðstoð og þá er bara sagt, nei því miður, við erum ekki að þjóna ykkur, þið er ekki í samningnum okkar. Og þá bara ok, bless. Og útlendingastofnunin er Reykjavík og það er enginn að hugsa blessað fólkið. Ég bara skil ekki svona. Við erum ekkert að tala hér um hunda. Ég setti hundi minn í Hrísey í 6 vikur þegar ég flutti frá Svíþjóð. Það daldi í 6 vikur í öryggisvistun. En það er engin öryggisvistun hér. Hér er bara fólki hrúað í einhverja blokk. Ég bara er ekki að skilja þetta. En orðið er laust. Jóhann Friðrik Gjerðsson.
Já, ég gerir mig grein fyrir því. Bara örstutt, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á meðan á umræðu stóð þá var ég svo heppinn að Margrét Þórunnsdóttir bæjarfulltrúi sendi mér þessa ágætu þingsályktunartillögu sem að Miðflokkurinn hafi lagt fram á þingi. Og þar kemur að sjálfsögðu ekkert fram um það að deila þessari ábyrgð, þessu málaflokki. Hún snerist fyrst og fremst um það hvernig við getum tekið ströngustu löggjöfina frá Norðurlöndunum og innleitt hana hér. Svo það sé nú bara alveg á hreinu. Það má vel vera að þegar maður fer víðan völl í pontu hér yfirgripsmikinn málaflokk, þá skynji bæjarfulltrúar það að maður sé að útvíkka umræðinum of. Þess vegna vil ég stuttlega skýra mína afstöðu. Hún er sú, við verðum að geta þjónusta þetta fólk eftir þeim bestu leiðum sem hægt er. Við getum það ekki og á þeim forsendum erum við að segja nei við þessum samningi. Þetta hefur ekkert, eins og hér kom fram, með það að gera hversu há prósenta íbúa sveitarfélagsins að erlendu bergi brotnir. Hvað hefur það með þessa umræðu að gera? Ekki neina að mín áliti. Ef að það eykst í 40%, mun það hafa einhver áhrif á samskipti okkar við Útlendingastofnun? Sjálfsögðu ekki. Við eigum bara að sinna þessum málaflokki vel. Ef við erum með samningumann á þeim forsendum, eigum við að skoða ef það koma fram breytingar eða þessi stofnun leggur eitthvað til við sveitarfélagið, taka ábyrga afstöðu í því. Málaflokkurinn liggur hjá dómsmálaráðuneytinu og það er eðlilegt að það sem að fram hefur komið hér komist skýrt til skila til þeirra sem hafa með málaflokkin að gera. Takk. Margrét Þórunnsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, mig langar að svara bæjarfulltrúa Friðjóni Einarssyni. En eins og staðan er núna í dag að þá er í gildi lög í Noregi þessa 48 tíma reglu sem að ég nefndi hér í ræðu minni áðan. Og ég vil bara koma þessu framfæri og ég bara bið fulltrúan, bæjarfulltrúan Friðjón Einarsson að kynna sér þessi lög. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Friðjón Einarsson. Forseti, bara aðeins út af þessu, já, ég reynda að kynna mér þessu lög og við tókum þátt í þessari ferð til Noregs á sínu tíma, en það sem ég sagði hérna áðan hafði ekkert með lögin að gera, heldur það að það ekki tekist að vinna á þessum 48 tímum. Tíminn er mun lengur sem það tekur tíma að vinna með hælisleitendur í Noregi, heldur þessar 48 tíma. Það er það sem ég var að segja. Ég veit að lögin, eða reglugerðin segir þetta. Ég ger mig grein fyrir því. Takk fyrir þetta. Þá held ég að umræðan sé nú á endarunnin. Gerðu svo vel, Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég kem hérna áfram upp og fagna þessari samstöðu sem myndaðist með þessari bókun og taldi að við myndum vinna saman þrátt fyrir að ég var að spyrja vegna ræðu sem hefur komið fram hvernig staðan væri í málunum, af því að mér fannst í umræðunni að menn væru að tala aðeins öðruvísi heldur en bókuna, því ég skildi bókununa bara hreinlega öðruvísi og taldi að við værum öll að vinna að því og vinna áfram að því með ríkisvaldinu og öllum flokkum að fjölga ekki einstaklingum sem hafa sótt alþjóðlega vernd hérna í Reykjanesbæ og að Útlendingastofnun dragi tilbaka að vera með þetta húsnæði á leigu og önnur sveitarfélög koma fram og aðstoða við móttöku einstaklingana. Nei, þá kemur frekjukallinn upp. Frekjukallinn er yfirleitt kallmaður
sem gargar ef að verið að reyna að tala saman hérna. Þannig að ég ætla bara að svara frekakallinum þannig að við náum engum árangri í þessu málaflokki vegna þess að það eru svo margir frekikallar að núti. Og þar eru einstaklingar sem hafa góðan aðgang á fjölmiðlum og garga hvert einasta skipti sem á að taka á þessu málaflokki. Þannig að ég legg aftur fram sáttarhönd fyrir hönd okkar og óska þess að við vinnum þetta saman án þess að garga. Takk. Já, ég vænti þess að bæjarfulltrúi Margrét sé að vísa í mig þegar hún talar hennan frekakall og aðganga fjölmiðlum. En það eru líka til frekar konur, ekki bara frekir kallar. Að leggja fram sáttahönd í málaflokknum en samtímis að halda því segja það og fullera það við erum ekki tilbúin til þess að útvika þennan samning og við viljum að Útlendingastofnun fari með þetta í burtu. Það stóð ekki í bókuninni sem að velferðarsviðið eða velferðarráðið setti frá sér. Velferðarráðið lýsti yfir vilja til samstarfs við Útlendingastofnun í málaflokknum en ekki á þeim forsendum sem að Útlendingastofnun hefur sett fram. Það kemur fram í bókuninni, bæði að fulltrúi meirihlutans og minnihlutans. Hvert það myndi síðan leiða vitum við ekkert. En viljinn til þess að koma að málum til staðar, ekki síst vegna þess að Reykjanesbær sérfræðingur í að þjónusta fólk af erlendu bergi. Það búið ekki verið að gerast í mörg ár. Við tókum á því sérstaklega á síðasta kjörtímabili að ráða til okkar verkefnastjóra fjölmenningar til að bæta okkur enn frekar í þessari þjónustu og þess vegna höfum við allstaðar þar sem að við höfum getað sagt að við erum tilbúin til samstarf slíka hluti. En þetta ekkert samstarf, það bara að vera það bara að valta yfir okkur. Bara að vera að valta yfir okkur. Og ég sætti mig bara ekkert við það. Þó ég verið kallaði frekikall, bara fínt. Ég læt bara ekkert valta yfir mig í þessu málaflokki, frekar en einhverjum öðrum. Hvort sem það ríkisvaldið eða einhverjum aðrir. Ég hef fulla samúð með þessu fólki, ég hef alltaf haft. En ég vil ekki að þetta sé gert með þessum hætti. Alls ekki. Og við séum neytt af ríkisvaldinu í þjónustu við hópa sem þurfa á miklu meiri þjónustu að halda heldur en stofnunin að leggja til og það þarf miklu meiri fjármuni í þetta heldur en átt að felast í þessum samningi. 2 til 3 starfsmenn til að sinna 100 manns á sólarhringsbasis. Hvers slags bull þetta? Þeir sem þekkja vaktavinnu þeir vita það þarf nú mikið af fólki að halda út í sólarhringsvakt allan ársins hring. Það duga ekki 2 eða 3. Þannig að þetta algjörlega vanfjármagnað og á bara að gerast á okkar kostnað. Ég bara samþykki ekki svoleiðis. Þetta bara eins og með aðra hluti, á meðan að ríkisvaldi getur komið þessi eitthvað annað, þá gera það. Og það bara allt í lagi við förum að stíga niður og segja að þetta gengur ekki svona. Ekki að því að við viljum vera vond við þetta fólk, við viljum einmitt vera góð við þetta fólk. Ég ætla ekki að fara að henda þessu fólki út á 48 tímum. Bara alls ekki. Ég hefði gjarna viljað að þessi samkynhneigði strákur hefði fengið þetta dvalarleyfi. En hann bara fékk það ekki. Ég veit ekki hvort hann lifandi eða lífs, eða liðinn núna. Í landi þar sem fólk skotið fyrir að vera samkynhneigt.
en búinn, Friggjigallinn er búinn í þetta skiptið. Þá held ég að ég gangi bara til afgreiðslu á þessari fundargerð. Fundargerð velferðarráðs frá 13. janúar. Þeir sem samþykkt geta fyrir fundargerðina eru beðin um að gefa merki. Hún er samþykkt 11.0 og þá var það fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs og þar inni erum við með stórt og mikið fjárhagslegt mál sem er 7. mál og forseti leggur til áður en orðið verið gefið laust að því máli verði vísað í bæjarráð til frekari skoðunar. En orðið er laust. Margrét Sandís Geirsson. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég kem hérna undir lið sem að forseti var að vísa, eða leggja til að vísa yfir til bæjarráðs. Við í minnihlutanum vissum ekki að það hefði gert og erum með ákveðnar bókun varðandi það mál og varðar þessi liður fjármál íþróttafélagana. Og eins og við vitum öll þá standa íþróttafélögin eins og fyrirtæki og bara mörg heimili hræðilega illa, mjög illa út af heimsfaraldrinum og það sem að við höfum áhyggjur af er að sjálfsögðu að þetta verði til þess hjá íþróttafélögunum að þau þurfa að draga á starfsemi eða leggja sig jafnvel niður og það er það versta sem getur gerst. Og hvað getum við gert? Það er margt annað heldur en beinn fjárhagslegu styrkur þó að það væntanlega sé hluti af þessu. Við þurfum líka að hugsa til þess hvað eru við að styðja við. Við verðum að horfa til þess hvað hefur tekjufallið orðið en ætlum við þá að mismuna þeim sem hafa dregið meira úr sínu rekstri heldur en aðrir. Þannig að þeir sem að standa enn verr núna heldur en áður að þeir fái meira eða hvað. Þetta er einhvað sem þarf að skoða og skoða vel og ég hef heyrt í nokkrum aðilum frá ýmsum íþróttafélögum og þau eru ekki bara á fullu að reyna að ná endur saman og eru í hræðilegri stöðu, heldur er brjálað að gera hjá þeim í að svara fyrirspurnum stöðuna og hvernig þetta er og hvað eru margir iðkendur og hvað hefur fækkað og getið sendt okkur tölulegar upplýsingar og fólk er í vinnu og fleira og menn eru bara í vandræðum með þetta. Í ljósi þess alls þá höfum við ákveðið að bóka hér og vorum ákveðna tillögu sem að ég ætla að leggja fram en þá er væntanlega tillagan bara að þessu verður vísað til bæjarráðs sem er gott. En þessi bókun hljómar svo og í lok bókunar kemur fram tillagan. Við undirrituð lýsum áhyggjum okkar yfir þeirri slæmu fjárhagslegu stöðu sem flest íþróttafélög í bænum standa frammi fyrir. Mikilvægt er að Reykjanesbær styðji við þau eftir fremsta megni, bæði með fjárhagslegum og faglegum stuðningi. Bæjarfélagið þarf að vera félagunum innan handar á allan hátt þannig að erfiðleikar þeir sem við stöndum frammi fyrir núna skaði ekki íþróttarhreyfinguna til lengri tíma. Eftir að hafa farið yfir þær fjárhagsupplýsingar sem lágu fyrir á síðasta fundi ITR-ráðs sem er íþrótt- og tómstundaráð, leggjum við fram eftirfarandi tillögu. Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Frjálst afl leggja til að fjármálastjóri Reykjanesbæjar verði fenginn til að leiða vinnu með íþróttafélögum til að taka betur saman og samræma heildar upplýsingar fjárhagsstöðu íþróttafélagana í Reykjanesbæ. Með greinagóðri framsetningu og upplýsingum munu allir aðilar átta sig nákvæmlega á stöðinu og eiga þá betur með að bregðast við. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Sjálfstæðisflokki, Baldur Guðmundsson, Sjálfstæðisflokki, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Sjálfstæðisflokki, Margrét Þórarinsdóttir, Miðflokki og Gunnar Þórarinsson frá Frjálsu afli. Og ég hef þegar sendt bókunna til ritara. En
eins og ég segi, þá vissum við ekki að þessari tillögu meirihlutan sem hún kom reyndar fram núna áður en þetta mál var tekið fyrir eða opið fyrir umræður, en við ákvaðum samt að halda okkur við bókunina, en ég reikna þá með bara að þessi tillaga okkar vísist þá sem sagt sjálfkrafa til bæjarráðs, eða ég mun allavega og við sættum okkur við það. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Við erum, held ég, sammála gildi íþróttastarfs fyrir samfélagið okkar og það stóra uppeldishlutverk sem að íþróttahreyfingin er að gegna. Þannig að við erum, held ég, sammála að reyna að gera eins vel og kostur er í þeim málaflokki. Og ég vil minna á að við gerðum samstarfssamninga við íþróttafélögin sem að þau hafa tekið mjög vel og eru mjög þakklátt fyrir og þeir hafa gagnast hreyfingunni mjög vel. Síðan minni mig að þetta hafi verið þannig í vor að við höfum sett einhverja 22 eða 4 milljónir til hreyfingarinnar til þess að mæta þeim aðstæðum sem þá voru konar upp. Bæði varðandi að það var búið að aflýsa nettamóti og körfuboltinn fékk ekki halda sína leiki og þannig að það er ýmislegt sem hefur orðið til þess að skaða hreyfinguna. Þá vissum við heldur ekki að sumarið yrði eins og það yrði og að knattspyrnan gæti ekki lokið þeim leikjum sem að þeir þurftu að ljúka og gátu haft verulega tekjur af. Og það auðvitað skekkir stöðuna enn frekar. Við vitum líka núna að það er búið að aflýsa nettamótinu, það er búið að aflýsa Þorrablótinu hjá Keflavík og væntanlega er það þannig hjá Njarðvík líka. Þetta eru stóri tekjustofnar hjá þessum sveitafélögum, hjá þessum íþróttafélögum og mun auðvitað hafa verulega neikvæð áhrif fyrir hreyfinguna til framtíðar. Þannig að við verðum bara að reyna að gera eins vel og kostur er í þessu, en við vitum líka að ríkisstjórnin samþykkti fjármuni til íþróttahreyfingarinnar, en ég veit ekki hversu háar upphæðir komi hingað suður með sjó og væri ágætt að fá að vita það, fá vitneskju það. Ég veit ekkert alveg hvort að fjármálastjóri sem slíkur sé aðilinn til þess að fara ofan í þetta. Ég held að innan íþróttahreyfingarinnar séu mjög hæft fólk sem að getur auðvitað sett fram þær upplýsingar sem að þarf til þess að geta dregið einhverja glögga mynda af þessu. En mér finnst bara eðlilegt að þessi tillaga minnihlutans verði rædd áfram til þess og ég ætla þá að gera það að tillögu minni að við greiðum það atkvæði bara að málinu í heild bæði að vísa málinu til bæjarráðs ásamt tillögu minnihlutans að við, ef að enginn hreyfir andmæli við því, að við bara samþykkjum að greiða atkvæði með þetta sameiginlega. Bæði það, viltu fá orðið þeirra bæjarstjóri? Að við tökum þá sameiginlega afgreiðslu um bæði málin. En bæjarstjóri hefur beðið máli, gera svo. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég bara vil árétta það að máli er enn á borði bæjarráðs og það að vísa þessu máli til bæjarráðs í dag er bara þá til þess að hnykkja á því. Mér var falið að vinna í málinu og láta gera úttekt á fjárhagslegri stöðu íþróttahreyfingarinnar. Það var gert með þeim hætti að ég ræddi við íþrótta- og tómstundafulltrúa og hann hafði samband við félögin og úr því varð að það var óskætt því að þau kæmu til fundar við íþrótta- og tómstundaráð sem var þessi fundur og gerðu grein fyrir sínum málum þar og máli er þar að leiðandi ennþá held ég, eða ég lít svo á að það sé enn hjá bæjarráði og við höldum áfram með það á 50daginn eins og þið sjáðu fundabóðið sem þið fengu í dag fyrir bæjarráð næstkomandi 5 dag og þar mun íþrótta- og tómstundafulltrúi og sviðsstjóri fræðslusviðs mæta og fara yfir
umfjöllun í IT-ráði sem hér til afgreiðslu. Baldur Guðmundsson, gerðu svo vel. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og áheyrendur. Já, þetta mál, þetta snúið, það er snúin staða hjá íþróttahreyfingunni bara heilt yfir og ég vona að ég verði ekki beðin að fara á neðri hæðirnar á mínu vinnustað til að kalla eftir pening. Og við munum ekki kenna Framsóknarflokknum stöðu sem íþróttahreyfingin í. En öllu gamni slepptu, ef þetta var gaman, þá er það sem við erum að hugsa með þessari áréttingu. Við vitum það kom nefnilega erindi frá knattspyrnudeild Keflavíkur til okkar kasta sem við vildum þá útvíkka og skoða íþróttahreyfinguna í heild. Og það er bara þannig að þessar deildir allar, ef við tökum öll félögin saman, koma á sikkur áttinni. Þetta hittir þau á misjafnan hátt og þau eru með mismikið af sjálfboðaliðum sem eru færir í þessu. Þess vegna vorum við að leggja það til, eða erum að leggja það til, að við leggjum bara fram eitthvað starfskraft og það þarf ekki að vera fjármálastjórinn. Það er þá kannski fjármálastjóri og bæjarstjóri í sameiningu, setji þetta upp þannig að íþróttafélagin hafi eitthvað sem við geta leita til í þessum hremmingum. Það sem ég er búinn að kynnast í þessu COVID ástandi hjá hennu ýmsu félögum. Ég er í samskipti við alls konar félagsamtök út allt land. Þetta er búið að hitta þau mismikið og vandinn er ofta að það bara finna sig ekki í kerfinu. Þetta er bæði, ISI hefur fengið pening til að deila út, ég veit ekki hvernig það er, síðan eru lokunarstyrkir, það eru tekjufallsstyrkir, það eru hlutabótaleiðir og annað og það er erfitt að fóta sig í þessu. Þannig að við erum að leggja til að við veitum einhverja aðstoð, ekki bara að henda peningi í þetta, heldur líka að leita leiða til að bregðast við þessu ástandi. Og ég vona að þetta fari ekki eins og umræður áðan þar sem að ég hélt að allir væru sammála en tókst samt að rífast við það. Þannig að við erum öll að vilja gera til að koma til móts við íþróttahreyfinguna, hvernig sem hún lítur út. Takk. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins varðandi þetta að þá vil ég taka undir þessa hugmynd að það verði gerð eins og þegar við erum búin að samþykkja í bæjar og reyndar að gerð verði úttekt á stöðu íþróttahreyfingarinnar. Við samþykktum það fyrir nokkuð síðan og fólum bæjarstjóra og íþrótta- og tómstaffulltrúa að vinna það verkefni og það er það sem var lagt fyrir IT-ráð og vinnan heldur áfram. Og það sem vakti athygli mína fyrst og fremst kannski í þessu er að það er mikið talað tekjufall hjá hreyfingunni sem eins og auðvitað hjá öllum á COVID-tímum eða flestum eins og öllum sveitarfélögum. En síðan er spurning kostnað og gjaldahliðina. Það er líka minni kostnaður hjá félögunum og síðan er það aðalstjórnir félagana, eigið fé aðalstjórna, hvað hafa þau lagt til deildana sína, hversu mikið hefur aðalstjórn lagt til að styrkja sínar einstöku deildir, hafa þau gert það yfir höfuð. Þetta þarf að meta og ég veit að það er engin einföld leið í þessu en ég held að það sé mjög gott að þetta verið sett
upp á svona heillegan hátt og núna stendur yfir ársreikningagerð hjá íþróttahreyfingunni og aðalfundi félagana vera haldið núna á næstu vikum, þannig að gögnin eru öll í vinnslu fyrir árið, þannig að þau gögn eigi að liggja fyrir og þá á ég við, þegar ég segi ársreikningur, að þá sjáum við tekjur og gjöld, kostnað, eigið fé. Þannig getum við tekið rétta ákvörðun á endanum, ekki bara út frá einni stærð sem er tekjufall. Við þurfum náttúrulega að taka ákvörðun út frá fleiri hlutum í ársreikningi heldur en bara tekjufallinu. En við höfum nú sýnt það, þessi bæjarstjórn, við stöndum með hreyfingunni og með íþróttahreyfingunni og höfum lagt til núna undanfarin 2 ár met upphæðir til íþróttahreyfingarinnar og eins og við þekkjum öll. Þannig að ég held að þetta góða starf sem hefur verið unnið í hreyfingunni í samstarfi við Reykjanesbæ haldi nú bara áfram og lykilaðilinn í því starfi að mínu mati er íþrótta- og tómstundar-fulltrúi sem hefur verið hjartað í þessum tengingum við aðalstjórnir félagana og ég tel eðlilegast að hann haldi áfram að vera það og fái þá kannski einhver aðstoð hjá hagdeild eða hjá öðrum hjá bænum þegar þetta verið sett upp á einhvern svona einfaldan og skýran hátt. Takk fyrir, Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég vona að heyrist alveg í mér af því að ég er greinilega hrædd við bakteríur. Ég vil helst ekki koma við púltið, þannig að ég er að reyna að standa aðeins frá því hérna. En þarna, og við þurfum einhvern veginn að ná að spreyja það. En ég kem aftur undir og hérna liðnum varðandi íþróttahreyfinguna á COVID og ég ætla nefnilega að ætla ekki að tala um frekakalli núna, heldur ég ætla að hæla hérna að forseta fyrir að koma með þá tillögu að vísa þessi bæjarráð og þannig sýnum við íþróttahreyfingunni að við erum að vinna í þessu máli og ég held að það sé mjög mikilvægt þrátt fyrir að við vitum að bæjarstjóri sem var falið að vinna þetta mál sé að vinna þetta áfram og við erum að leggja áherslu að fjármálastjóri komið þar að og svo framvegis að þá var einmitt bókun hjá íþróttaráði eftir að þau fengu fulltrúa frá aðalstjórna Keflavíkur og Njarðvíkur og frá íþróttabandalagi Reykjanesbæjar að þá er bókun hjá íþrótta- og tómstundaráði eins og bara já, við þökkum ykkur fyrir og hafa mikinn skilning og svo framvegis og þetta gæti verið misskilið. Ég veit að þeir eru ekki að meina það en þetta gæti verið misskilið þannig að það bara og það að mér er sagt hérna í þessari fundagerð og íþrótta- og tómstundaráð leggur áherslu á að félagin sækjum þá styrki sem nú er í boði af hálfu stjórnvalda sem er gott að benda á og heitir samvinnu og stuðningi bæjarfélagsins eftir fremsta megni. Punktur. Þannig að þarna kemur forseti fram og sýnir það að þetta er ekki punktur. Þetta er ekki búið. Við erum að leita leiða, við þurfum að skoða hvernig ríkið ætlar að koma. Ég veit að það eru tekjufallsstyrkir sem að hægt er að sækja og svo framvegis og við ætlum að vinna áfram í íþróttahreyfingunni. Við erum í sama liði. Takk. Takk fyrir, Jóhann Friðrik. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir sem heima sitja. Takk fyrir bæjarstjóri fyrir að ganga svona vel frá áður en ég kem í púltið. Við höfum auðvitað sóttvarnir hér í heiðri. Ég ætla að leyfa mér að segja að þetta sé skemmtileg umræða. Það er skemmtilegt að heyra samheldni bæjarstjórnar gagnvart íþrótta- og tómstundamálum. Það er líka gaman að sjá núna þegar við förum að horfa út úr COVID að íþróttirnar eru að fara á stað á ný. Þetta er gríðarlega stór þáttur í okkar lífi hér í sveitarfélaginu að vera með sterk íþróttafélög. Það hefði kannski mátt taka þessu umræðu bara strax í bæjarráði en fyrst að það kemur upp bókum málið þá finnst mér eðlilegt að ræða það hér. Og það er rétt sem að bæjarfulltrúi Friðjón Einarsson nefndi að
þessi meirihluti hefur verið að gera einstaklega vel í málaflokknum með dyggum stuðningi minnihluta. Og ég held að það fari ekkert á milli mála að íþróttahreyfingin finnur fyrir því og hefur þakkað sérstaklega fyrir það. Ég held að þetta hafi verið 10% aukning til málaflokksins í fyrra, umtalsvert meiri heldur en til flestra annara málefna sveitarfélagsins. En þó að umræðan sé alltaf skemmtileg þegar fólk sammála, þá auðvitað skipta skoðanir ýmislegt og mér sýndist svona á öllu að það væri verið að taka ágætlega utan þessar beiðnir og það verður síðan rætt enn frekar í bæjarráði. En eins og bæjarstjórinn minntist á, þá nú þegar verið að vinna í því og þetta kemur fram í fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Sá punktur sem verið að tala að ég held í fundargerðinni sá að sveitarfélagið líka að verða fyrir gríðarlegu tekjufalli. Allir eru að taka högg. Og við höfum nú þegar lagt áherslu á það að styðja íþróttafélögin. Við höfum gert það í gegnum COVID og við munum reyna að gera það eftir fremsta megni og þess vegna þetta gott að fá góðar upplýsingar frá íþróttafélögunum en ég treysti þeim raunverulega fullilega til þess að koma með þær upplýsingar. Ég hef ekki áhyggjur af því. Hér var talað þann stuðning sem ríkisvaldið kom fram með og það alveg rétt. Þegar félagsmálaráðherra og menntamálaráðherra komu fram með þessar hugmyndir sem að sannilega vel tekið í af hálfu ríkisstjórnar og eflaust þingheims að auki, þá vantaði að láta íþróttahreyfinguna vita af því. Við höfum áður séð það í COVID að það hafa verið mögulegir styrkir eða stuðningur sem að bara vegna upplýsingaskorts einhverjir hafa ekki geta sótt sér. Þannig að þegar þetta kom fram þá minnstu kosti hafi ég frumkvæðið að því að senda þetta á formenn allra félaga í Reykjanesbæ. Hvort að þessi styrkir falli algjörlega undir það sem í gangi hjá íþróttafélagunum eftir þeirra fjárhagsstöðu á eflaust eftir að koma í ljós. En það mjög mikilvægt að allir geri sitt, ríki, sveitarfélög og auðvitað ISÍ sjálft. Þannig að ég hlakka til að halda áfram þessari umræðu í bæjarráði næst og vil líka bara benda á það að það eru áhyggjur auðvitað hjá íþróttahreyfingunni en það virðist vera að birta eins upp. Það fagnaðarefni fyrir okkur sem eigum börn og unglinga sem að núna geta farið að sækja íþróttaæfingar og ekki síst þegar við förum að sjá kappleiki í efstu deild fara fram. Enda náttúrulega fátt skemmtilegra heldur en að horfa á góða kappleiki og tilefni til þess að minna á það núna á föstudaginn Keflavík að spila við Njarðvík í úrvalsdeild karla í körfuknattleik og vænti ég þess að allir muni fylgjast spenntir með. Takk fyrir þetta. Gunnar Þórarinsson. Forseti, ágætir bæjarstjórnarmenn. Já, ég verð að taka undir það sem að hér hefur komið fram að það brýnt að taka á þessu máli. Ég hef nú mestar áhyggjur af því að fólk sem að hefur líka tapað peningum hafi ekki burði til þess að láta börnin sín í þetta verkefni. Hvatagreiðslur að vísu til staðar, en kannski þarf að bæti þar, það alveg hugsanlegt að mínu mati, að það þurfi til þess að gera börnunum kleift að stunda íþróttir eins og vera ber. Hvað varðar íþróttirnar almennt og allan þann, allt það sem að fjármagn sem hefur ekki skilað sér þangað, þá það ekki bara hið opinbera, það að segja bæjarfélagið sem hefur lagt til peninga, heldur líka atvinnulífið og það hefur auðvitað brugðist líka því að það eru náttúrulega allir illa staddir þessar mundir.
Þess vegna fagna ég því að bæjarráð skuli taka þetta yfir og fara góðum höndum um þetta og leysa eitthvað af þessum vandamálum sem að íþróttahreyfingin býr við. Jóhann Friðrik, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, út frá orðum bæjarfulltrúa Gunnars Þórarinssonar þá vil ég minna á það að það varð lagður til peningur sérstaklega í það að hjálpa undir með tekjulágum fjölskyldum í gegnum COVID. Þeir styrkir eru ennþá til staðar og ég held að það sé mjög mikilvægt að við sem bæjarfulltrúar og sveitarfélagið okkar hefur gert vel í því að auglýsa það þannig að við stöndum ekki frammi fyrir þeirri stöðu að þeir sem að verða fyrir miklu tekjufalli út af COVID þurfi að neita börnunum sínum að taka þátt í íþróttum og tómstundum. Þannig að ég vildi minnast á það hér og vonandi fer það út héðan og sem víðast þannig að fólk nýti þá styrki til þess að tryggja það að börnum geti haldið áfram í íþróttum og tómstundum. Takk fyrir þetta. Þá held ég að umræðan sé komin til enda og forseti vill þá leggja til afgreiðslu þetta 7. mál að við vísum því sameiginlega til bæjarráðs, bæði vísun forseta, tillögu að vísun forseta og síðan tillögu minnihlutans. Þeir sem að samþykkt geta, það eru beðin að gefa merki. Það er samþykkt 11.0. Þeir sem samþykkt geta fundargerðin að öðru leyti eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0 og þá er komið að 5. lið þessa fundar sem er fundargerð fræðsluráðs frá 15. janúar, orðið laust. Anna Sigríður, gerðu svo vel. Herra forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir gestir sem heima sitja. Já, ég kem inn undir fundargerð fræðsluráðs en ég er varamaður í fræðsluráði fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins og satt þennan fund á föstudaginn var. Ég ætla að byrja að koma hérna undir fyrsta máli, atvinnutengd nám, en Einar Trausti Einarsson yfirsálfræðingur mætti á fundinn og kynnti þetta tilraunaverkefni þar sem farið hefur verið af stað með samstarfi fræðslusvið og velferðarsvið Reykjanesbæjar sem greitt er fyrir vinnuframlag sem hluta af þátttöku í atvinnutengdu námi. Þetta var mjög góð kynning hjá Einari og það eru önnur sveitarfélög að gera þetta og það var allir sammála því að það væri gott að skoða þetta þar sem maður myndi hjálpa nemendum að komast út í lífið eftir skólagöngu. En að máli númer 3, samræmt könnunarpróf, nánari skoðun. Þarna fór sviðsstjóri fræðslusviðs Helgi Arnarsson yfir samræmdaprófin sem að voru þá tekin árið 2020 haustið, það voru 4. og 7. bekkur í Reykjanesbæ. Þar lagði ég fram tillögu að gerð verði úrbótaáætlun til að bæta námsárangur allra nemenda í grunnskólum Reykjanesbæjar. Fræðsluráð tekur undir tillöguna og felur sviðsstjóra fræðslusviðs að kynna yfirlit yfir núverandi aðgerðir og þær aðgerðir sem stefnt eru til að ná fram bættum námsárangri allra nemenda í grunnskóla Reykjanesbæjar. Það var töluverð umræða tillöguna og einnig eftir kynningu Helga á niðurstöðum samræmdaprófum og mér langar aðeins að fara yfir það að nemendum í grunnskólum er ekki skylt að taka samræmt próf. Þau eru í 4. bekk á yngsta stigi og 7. bekk á miðstigi og 9. bekk á unglingastigi. Var alltaf í 10. bekk en eru búið að færa þau yfir í 9. bekk og ástæðan fyrir því var svo að vinna eftir með þær niðurstöður úr
samræmdu prófum og 9. bekkur tekur þær að vori í mars en 4. og 7. í september. Ástæðan fyrir það voru færðar yfir í 9. bekk og að vori í stað haustsins var svo að það ætti að vinna með niðurstöðurnar úr samræmdu prófunum í 9. bekk að vori svo hægt væri að bregðast við og hjálpa þá þeim nemendum sem væri að fara í 10. bekk að bæta þá jafnvel það þætti sem illa gekk með til þess að líklega ná fram betri árangri út úr 10. bekk í grunnskólum áður en fara í framhaldsskóla. Allavega þetta er svona mín sýn og svona það sem ég hef heyrt ástæðu þess sem að vegna þess að samræmdu prófin voru færð úr 10. bekk. En þá fór ég svona að velta fyrir mér og það var umræða hvernig erum við að vinna með niðurstöður úr samræmdu prófum? Erum við að vinna markvisst saman með niðurstöðurnar úr þessum grunnskólum sem við erum að reka eða er það kannski bara hver og eitt skólastjóri sem að ræður því hvort hann ætli eitthvað að vinna með niðurstöðurnar? Ég hef svona í nokkur ár verið að taka þátt í foreldrastarfi og verið í foreldrafélögum og það er svona kannski bara minni og minni svona umræða samræmdu prófin. Og ég veit ekki alveg hvort það sé vegna þess að það er kannski ekki eins mikil áhersla á að hver einasti nemendur þurfi að taka prófin og það sást á niðurstöðunum. Það var jafnvel frá 75% upp í 95% barna sem tóku prófin. Það var misjafnt eftir skólum. Og svo var það einnig misjafnt hvort að sú tala helst bæði þá í íslensku prófinu eða stærðfræðiprófinu. Það var líka munur þar á milli. Og ég er svona búin að vera ræðið fólk og velta fyrir mér jafnvel líka eins og prófum í 4. bekk, samræmdu prófum. Erum við að vinna með þær niðurstöður á annan hátt heldur en unnið með niðurstöður úr 9. bekkjaprófi, jafnvel tek dæmi sem íslensku. Krakkar í 9. bekk, þau fá kannski einhver skilaboð. Hver er að fara að nota niðurstöðunar úr prófinu úr 9. bekk? Hvað skilaboð fá nemendur? Jú, það eru einhverjir framhaldsskólar sem taka mark á þessum tölum þegar þau taka nemendur inn í framhaldsskólana. En það eru ekki allir skólar. Það eru ekki allir framhaldsskólar. Þeir nota frekar bókstafina sem koma út úr námsmatinu, úr grunnskólan eftir 10. bekk. Það er bara misjafnt. En aftur að 4. bekk, mér langar aðeins að nefna að ef að skóli sem að sendir eða nemendur úr skólum sem eru kannski með 80% barna af bekknum sem tekur íslensku próf, árgangur eftir árgang sem nær ekki landsmeðaltali í 4. bekk í íslensku og skóli eftir skóla, hvað er það að segja okkur? Og ætlum við eitthvað að vinna með þessar niðurstöður? Og hver á að vinna með niðurstöðunar? Ég velti þessu oft fyrir mér. Ég hef líka sagt áður að ef við erum að taka einhverja könnun og ég vil borga fyrir könnunina í sveitarfélaginu, ef við ætlum ekki að vinna með niðurstöðunar, til hvers erum við þá að kaupa könnunina eða til hvers erum við að senda börnin í prófið í íslensku ef við ætlum ekki að vinna með niðurstöðunar? Mjög mörg börn fá prófkvíða fyrir prófinu, það er eðlilegt. Sumir segja þetta sé álag á börnin, allt og marga vikur vera undirbúið fyrir þetta, þar sem að geti nýst tími í eitthvað allt annað í skólakerfinu. Þannig ég geti tala lengi samræmdu prófin. Ég hef mikla skoðun á þeim. En ég var ánægð að fræðsluráð tók vel undir tillöguna mína og sviðsstjóri fræðslusviðs, Helgi Arnarsson, mun kynna á næsta fundi hjá fræðsluráði, mun hann kynna þau verkefni sem er byrjað á og munum fara í til að bæta námsárangur nemenda í Reykjanesbæ. Ég ætla að nefna eitt atriði í viðbót í þessari fundagerð. Það er númer 7. Krakkarnir í hverfinu, lykiltölur í lífi barna. Þetta er skýrsla sem heitir Ungt fólk í Reykjanesbæ á við 8., 9. og 10. bekk í grunnskólum. Þarna kom Hafþór Birgisson, íþrótta- og tómstundafulltrúi og kynnti þessa rannsókn sem snýr að öllum grunnskólanemendum í Reykjanesbæ og ég verð að segja það að fulltrúar í fræðsluráði voru kannski ekki alltaf hissa að sjá ákveðnar niðurstöður. Sumar voru bara mjög góðar.
Sumar voru mjög góðar og við fögnuðum þeim. En aðrar voru bara alls ekki góðar. Og þarna voru fulltrúar fræðslusviðs alveg klárir strax í að vinna með niðurstöðunar á þeim þáttum sem komu illa út í skýrslunni. Ég hefði alveg viljað sjá líka kjörna fulltrúa tala strax heyrðu, ef við ekki að vinna strax með þessa niðurstöður í samræðuprófum. Ef að við komum alltaf illa hér út, getum við ekki skoða þetta aðeins nánar eða tekið bara umræðina. En þarna þegar Hafþór kynnti þessa niðurstöðu sem snýra ungum börnum eða ungum fólki, þau eru orðnir unglingar, 8., 9., 10. bekkur, og þegar við fórum að ræða þætti eins og svefnin eða útivist barna í Reykjanesbæ, ætlum við strax að taka á því. Við ætlum að fara strax í að skoða þessi mál. Hvernig getum við bætt þetta? Svona myndi ég vilja sjá allar skýrslur, allar kannanir, öll próf sem snúa að börnum. Takk. Fyrir Jón Einarsson, gerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, okkur aðeins að koma í þessu umræðu stafrænt próf. Það hefur verið þannig stundum í þessu sveitarfélagi sem og öðrum að það koma tímar þar sem stafrænt prófin alfa og omega allt kring og niðurstöður prófana mjög heilagar. Árum áður, dálítið aftur bak í tíma, þá voru nokkrir skólar í Reykjavík sem kenndu hreinlega samræmduprófin til þess að bæta árangur nemenda á prófinu. Ég held að séu svona flestum stöðum löngu liðin tíð að menn sé að einbeita sér að niðurstöðum samræmdra prófa, en þetta var mjög þekkt og kannski ennþá í sömu skólum, í sömu sveitarfélögum, að menn taka góðan tíma fyrir prófin og kenna þannig að menn læra utan að liggur við til að ná góðum árangur á samræmdu prófi. Mat á árangri nemenda að mínu viti mikið vandasamara verk heldur en að horfa á getu einstaklings í einu prófi eins og til dæmis í stærðfræði og ekki að bera saman árangur eða getu einstaklings í stærðfræði eins og að tala útivist, fíkniefni eða annað slíkt. Það mismunandi stefnur í þessu máli. Finnarnir hafa farið langt frá þessari viðmiðun, samræmdum prófum, og eru fyrst og fremst að ganga út frá vellíðan barna í skóla og hafa námið sem fjölbreytilegast, láta börnum líða vel í grunnskóla, og það ekki finn á síðari stigum sem menn taka alvarlega upp prófin, kenna til dæmis minna heldur en við í stundum í hverja einustu viku, meira gert í frítíma og frelsi, og við þekkjum það sem vorum í kennaranámi hér á árum áður að við vildum flest öll hafa frelsi í öllu og menn ætti að læra þegar þeir vildu og ætti fyrst og næst að líða vel. En það er nú mörg ár síðan að ég útskrifast úr Kennaraháskólanum, en ég hef aldrei verið jafn langt frá samræmdu prófum eins og núna. Helst myndi ég vilja að samræmdu prófin eru felld niður, alfarið. Og við myndum einbeita okkur að því að læra til gagns, láta krökkunum okkur líða vel, læra á lífið og hætta þessum síendurteknu mati á nemendum út frá einhverju einu prófi sem einhver gerir í menntastofnun. Við eigum að hætta því. Það er líka annað sem mjög áhugavert þegar menn fóru að, og ég get sagt ykkur smá sögu af því, með leyfi forseta, að ég var einu svona að kenna í skóla þar sem voru 6 bekkir í 10. bekk að taka stærðfræðipróf. Og þegar við vorum búin að fara yfir prófið, kennararnir, og skoða einhverjunar að þá var einn bekkur sem skar sig verulega úr í þessu prófi. Síðan komu námsmatið inn í þetta og þá var sá bekkur sem hafði staðið sig best á prófinu og með lægsta meðalengun þegar námsmatið var komið inn. Námsmatið var náttúrulega bara gert eftir því hvað kennararnir fannst, og það þekkjum við líka sem höfum kennt, að námsmat mjög svo sveigjanlegt orð. Mjög svo sveigjanlegt orð. Stundum eru menn að gefa góðar einkunnir til að koma krökkum inn í skóla, í betri bekki. Það allur gangur á því.
Ég held að við að fara eins langt frá staðrændu prófum eins og hægt er. Niðurstöður eru mjög mismunandi eftir skólum, eftir sveitarfélögum, samsetningu nemenda, hvaðan koma nemendurnir og hvernig ósköpun eiga sveitarfélög sem eru með 25% af íbúum og erlendum bergi brotnir að taka gott próf í íslensku eða starffræði eða á íslensku. Það sér hver maður að það gengur ekki upp. Staðrændu próf geta verið góð fyrir suma, aðra ekki. Við getum mælt hraða, við getum hlaupið 100 metra og mælt það. En svona próf eru bara allt annað. Besti árangurinn að mínu mati í grunnskóla Reykjanesbæjar er alltaf sá að fólki líði vel í skóla. Við þekkjum öll sögur hvernig fólki líður í skóla, kvíði fyrir prófum, hvernig fólki líður almennt í skólanum okkar. Sem betur fer höfum við séð það að fólki virðist líða vel í grunnskóla Reykjanesbæjar. Það sjáum við á könnunum sem gerðar eru hjá nemendum sjálfum, foreldrum og fjölskyldum barnanna. Þannig að ég er svona kannski á hinum endanum við bæjarfulltrúa Önnu Sigríði að ég vil frekar að við leggjum þessi staðrændu próf alfarið af og vitna kannski dálítið líka í eitt skólastjóra í framhaldsskóla hér á höfuðborgarsvæðinu sem sagði nýverið að það væri ekki marktakandi á neinum námsmati frá grunnskólanum vegna þess að það veri ljóst að margir kennarar væru að reyna að koma börnunum sínum inn í einhver ákveðna framhaldsskóla og kennarar væru auðsjónlega að hækka getuna langt umfram það sem þau sýndu síðan þegar þau kæmu í framhaldsskóla. Námsmati er mjög mismunandi. Staðrændu próf eru könnun á ákveðnum tíma, á ákveðnum stað og á ákveðnum stundu í ákveðnum hlutum og ég myndi helst vilja að við hættum öllu staðrændu prófum í grunnskólanum og frekar að við skoðum það fyrst og fremst að fólki líði vel, það sé gott að vera í skólanum, fólki finni til öryggis og út frá því skapist áhugi á að læra og efla sig til sjálfshjálpar. Takk. Baldur Guðmundsson, gerðu vel. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Þá komum við aftur að þessu eilífðarverkefni, hvað það á að gera í þessum skólum. Og umræðan kemur alltaf fram eða poppar upp vegna samræmdra prófa. Og það er alveg hægt að taka undir með öllum, sko, bara vera endalaust sammála. Samræmd próf séu af hinu illa og gera ekkert annað en að espa upp kvíða í fólki og séu ósanngjörn og segja ekki neitt. Við erum með Menntamálastofnun og mönnum finnst ýmislegt þá stofnun, hvort þú sé að gera góða hluti eða ekki. En þetta er bara ósköp einfalt mál. Við erum að taka stöðun á því hvernig erum við að standa okkur í skólakerfinu og vissulega er einn mælikvarði hvernig lífið er. Og síðast þegar ég heyrði tölur af ástandi ungs fólks þá var mikið talað kvíða og alls konar greiningar sem að hefur aukist. En við ætlum að bregðast við því og við eigum líka að bregðast við því ef að fólk getur ekki lesið sér til gagns. Við höfum, þeir sem eru að vinna í þessum geira, fræðslustarfi alls landsins, við höfum áhyggjur af því að við séum að skila börnum út úr 10 ára grunnskólanámi. Þessu stór hluti getur ekki lesið sér til gagns og hann getur þá ekki heldur lesið í gegnum samræmt próf. Það er bara mælikvarðinn. Það á ekki að dissa prófið út af því.
Það er bara staðan er þannig. Þessi nemandi, hann gat ekki klóra sig í gegnum þetta. Það var ekki út af því að hann var ekki undirbúinn fyrir akkurat samræmt próf. Hann bara gat ekki lesið. Hann skildi ekki texta nógu vel. Hann hafði ekki tíma til að lesa. Þannig að mér finnst mjög sérstakt að við ætlum að skera okkur út hérna og því sé lýst hérna yfir að við viljum bara fella niður samræmt próf. Við hljótum að vilja fylgjast með því hvort krakkarnir sem að klára skólan geti lesið, geti reiknað, geti hugsað. Vissulega að þeim líði vel. Og ef þeim líði vel, þá eiga þau auðveldara með að fara í gegnum svona próf. Við eigum að nota öll þessi gögn. Og þetta er bara fínasta tillaga og ekkert vera að dásama samræmt próf eða leggja það til að við eigum bara að einbeita okkur á samræmdum prófum heldur að við náum námsárangri. Þannig að krakkarnir sem komu út úr okkar skólum, þeir hafi lært eitthvað til gagns. Líka í í góðu félagsstarfi, virða náungan, vera sína hjálpsemi, þó sig þegar hendurna þegar búið að fara á klósettið og allt þetta. Það skiptir allt máli, en það hlýtur að skipta máli að þau geti lesið sig í gegnum texta. Þannig að ég ætla aldrei að taka undir það að svona próf sem eru samræmt fyrir landið allt, þannig að við séum svona dálítið á sömu blaðsíðunni í öllu skólakerfinu, að þau séu lögð af og þau séu ekki virt að vettugi hérna í Reykjanesbæ, í okkar skólum. Aldrei ætla ég að taka undir það. Ég get tekið undir ýmislegt sem bæjarfulltrúi Friðjón sagði líðan barna og annað. En að leggja niður samræmt próf út af því að þeir kom ekki nógu vel út eða út af einhverju, ég bara get ekki tekið undir það. Takk fyrir, Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Tillagan er einsleit frá Önnu Sigríði Jónasdóttur en hún er góð. Ég vil útvíkka hana, ég vil sjá mælaborð alls skólastarfsins. Hvernig líður börnunum okkar, hvernig eru samræmduprófin, PISA-próf, lestrartékk, skimun eða hvað sem það kallar, taka eins mikið og það eru auðvitað fagfólkið sem er að vinna í skólanum sem getur hjálpað okkur til þess að búa til ákveðna mælikvarða, búa til ákveðin mælaborð sem að við ættum að standa okkur vel í. Það eru margar ástæður fyrir að við stöndum okkur ekki vel. Er það af því að við erum með fjölbreytileika? Við erum með 20-25% einstaklinga af erlendu bergi brotin og jafnvel hærra hlutfall í sumum skólum. Ef að rýnt í tölunar, það virðist ekki vera eingöngu það. Þeir skólar ekkit endilega að koma svona út. Hvað er það þá? Eru við með skóla sem er tiltölulega nýir, sem að verður meira róta á, meiri breyting á starfsfólki, eru við að styðja nógu vel við stjórnendur þessara skóla, við kennara þessara skóla? Er stuðningurinn nægilega mikill? Það getur verið ein breyta sem við þurfum að bæta. Og hvernig getum við þá stutt við stjórnendur? Auðvitað þarf, og þú nærð aldrei árangri ef að barni líður ekki vel. En ætliði virkilega að segja mér það, ef að við náum ekki að uppfylla lágmarkskröfur í getu í námi hjá barni, að því fara að líða gríðarlega vel og það er mjög mikið fjör í skólanum og gaman þegar að viðkomandi getur algjörlega ekki fyllt neinu af námsefninu. En mér finnst það ekki mín, þráttur að vera
kennari fyrir allt og mörgum árum síðan að það er orðin hvílík breyting í skólunum og ég gæti varla hugsa mér og ég bara dáist að þeim sem að eru núna í kennslu. Þetta er svakalegt starf og að horfa til þess að við erum með skólan aðgreiningar þar sem að við erum með gríðarlega fötluð börn með mikla erfiðleika og hvernig erum við þá að sinna öðrum. Þetta er allt sem þarf að skoða. Þess vegna þurfum við að setja okkur ákveðna mælikvarða og við þurfum að styðja við fagfólkið. En við þurfum að hafa eitthvað til að stefna að. Hvað er svona lágmarksgeta almennt? Prósentutölur og samrændupróf segja okkur ekkert allt. En það er klárlega einn af mælikvarðanum og það er kannski þess vegna sem að Helgi fræðslustjóri tekur vel í erindið og er að tala um að koma með þá einhver áætlun. Áætlunin getur hreinlega við að það þurfi meiri stuðning við skólan og meiri skilning á þessu fjölbreytilega samfélagi. En það er þá allavega að vera að kanna hvað getum við gert. Það er aðalmálið. En þá verðum við að vita hvert við erum að fara. Takk. Takk fyrir Anna Sigríður Jónsdóttir Geirsson. Herra forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Já, það eru nokkrir kennaramenntaðir bæjarfulltrúar hérna inni og líklega mörg ár síðan þeir hafa verið að kenna í skóla nokkrir. Og ég er ekkit viss að það hafi allir verið að kynna sér samræmdu prófi núna síðastliðin 2, 3, 4 ár. Ég held að það hafi verið 2016 sem ég er ekki búin að kanna það, en ég held að það hafi verið 2016 sem þeim breytt í rafræn próf. Og ég man eftir því að krakkarnir á yngsta stigi voru að taka íslenskuprófið í 4. bekk. Þetta eru 9-10 ára krakkar og þau áttu að skrifa sögu á lyklaborðið. Og ég man eftir því að strax eftir þessi próf þá hefur örugglega einhverjir, kennarar eða einhverjir sem stjórnaði þessu batteríi átt að segja því að þessi nemendur í 4. bekk þau voru ekki búin að fá það mikla þjálfun í að pikka á lyklaborð. Þau gátu hreinlega ekkert klárað að skrifa þessa sögu. X mörg orð sem þau áttu að fylla inn. Þau hefðu kannski getað það með blýanti eins og skriflegu prófin voru. Þannig að þessi þáttur hann bara tekinn strax út úr prófinu næsta ár. Þannig að ritunin var tekin út úr prófinu strax næsta ár og íslensku prófinu var bara breytt mikið. Helgi Arnórsson, sviðsstjóri fræðslusviðs, hann sagði það á fundinum í síðustu viku að íslensku prófið, samræmda prófið, það byggist nánast algjörlega á lesskilningi. Og það er búið að vera mikil umræða og margar fréttir það að eitthvað 34% drengja á Íslandi getur ekki lesið til gagns og með minnir 19% stúlkna eða jafnvel meira, 26% stúlkna, maður ekki alveg, getur ekki lesið til gagns eftir grunnskólanám. Og ef við viljum ekki fylgjast með lesskilningi og samræmdu prófum og niðurstöðum, þá vantar eitthvað mikið upp á hjá okkur. Þegar börnir í 4. bekk og taka íslensku próf sem byggist nánast algjörlega á lesskilningi eins og Helgi nefndi, þá hljótum við að skoða það ef að margir nemendur fá slæma einkunn, þá kannski vorum við að bregðast þeim á yngsta stigi eða vorum við kannski að bregðast þeim á leikskólastigi. Getur verið að þar sé einhver skimun á leikskólastigi, ef ég man rétt Hljóm 2 eða einhver önnur skimun sem gerð er á 5 ára krökkum, þá kemur það í ljós þar hvort að þau eiga við einhvern málþroskaörðugleika. Getur verið að við þurfum að bæta í þjónustu til barna sem að þurfa betri orðaforða, meiri hjálp við málþroska leið og þau byrja í grunnskólanum. Kannski þurfa það meiri aðstoð, þá gengur kannski betur í fleiri skimunum sem snúa að lesskilningi eða öðrum prófum. En ég veit ekki, ég er ekki með öll þessi svör. Það eru aðrir sem eru með svörin við þessu. Fólk sem starfar í skólunum og fræðslusviði eru alveg klárlega með svör við þessu. Eða einhverja tillögur eða einhver verkefni sem snúa að málþroska og orðaforða barna. En svo langar mig aðeins að nefna að þegar bæjarfulltrúi Friðjón sagði að hann væri alveg hina áttina miðað við mig varðandi samræmdu prófin, það er rétt hjá honum, það kom alveg ljóst á hans ræðu að við erum ekki sammála þessi próf og hvernig þau eru tekin
og hann nefndi kannski eitt að það sem ég áttaði mig á að barnið að taka prófið á þessum degi og þessum tíma og allir í einu og sérstaklega þetta orðið rafrænt og tekur það akkurat þegar allir hinir taka prófið, ekki daginn eftir. Og þannig nemandinn undir einhverju pressu og kvíða. Þetta nákvæmlega sama sem gerist stundum í námsmatinu, venjulega í dag. Nemandi sem að fara í íslensku tíma klukkan 10 í grunnskólanum hér, hann út í frímínútunum áður og það kannski einhver aðra að stríða honum og honum líður illa þegar hann kemur inn í stofuna eftir þessa frímínútur. En hann þarf að fara upp pontu í íslensku tímanum strax eftir frímínútunar og hann þarf að halda ræðu fyrir framan allan bekkin. Af því að kennarinn var búinn að láta krakkana vita í íslenskunni ættu þau að halda 1 mínútna ræðu tiltekið efni og kennarinn stendur aftast í stofunni. Hann að meta hvernig nemandinn horfir í salinn, hann að horfa á hina krakkana, hann að tala skýrt, hann að gera hitt og þetta. Hann að skrá hjá sér námsmatið. Barninu sem leið illa akkurat þarna, hann fær kannski D. Hann fær kannski D í námsmatinu fyrir framsögnum í pontu í skólanum. Það eru tugir bókstafa í hverju fagi, allavega sumum fögum sem börnin fá í námsmatinu. Kennararnir í því að gefa einhverja bókstafi. Og núna það nýjasta, þau fá ekki lokaengun eftir veturinn. Lokaengunin, hún kemur ekki fyrir inn í 10. bekk. Af því það eru margir bókstafir og þeir fylgja þeim upp í næsta bekk. Það þessi pressa og það þetta námsmat og það eru margar skimanir og mörg próf og við verðum bara að taka öll tillit til niðurstaðna allra prófa. Ekki bara samræmduprófa, þetta eru margar aðrar þetta. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég finnst þetta ofsalega skemmtileg umræða. Þetta búið að vera hjartans mál mitt lengi og svona aðeins bara, ég hef kennt af og til núna í 40 ár. Ég hef kennt í grunnskólum, ég hef kennt í háskóla og ég hef kennt í framhaldsskólum og tel mig hafa ágæta yfirsýn yfir kennslumál á Íslandi og hefur líka kennt erlendis. En bara svona upplýsinga, en það nú kannski ekki það sem ég ætla að nefna hérna. En mér langar að, það athyglisvert sko eins að ég var ekki að mótmæla á neinn hátt þeirri tillögu sem bæjarfulltrúi Hanna Sigríður var að leggja fram. Mér fannst það bara mjög góð tillaga. Ég sagði ekki eitt orð um hana. Fannst það bara að vera gott mál og styð allt svona. Það sem ég langar aftur á móti að nefna, af hverju eru samræmd könnunarpróf? Tilgangur prófana að meta hvernig markmiðum aðal námskrá hefur verið náð. Það 1, 2 og 3. Hvort að tekist hafi að ná markmiðum aðal námskrá grunnskólana. Það aðalatriði í þessu. Það að segja að það ekki endilega verið að segja hvað þú ert góður í stærðfræði, heldur ert þú búin að ná því sem átt að kenna þér á ákveðnum aldri í grunnskólanum. Og þá síðan að veita endurgjöf til nemenda, foreldra og kennara og fræðsluyfirvalda eftir prófið. Með þessari endurgjöf til dæmis hægt að fá upplýsingar þekkingu og hæfni hvers nemanda, hvort breyta þurfa áherslum í námi, hvað þurfa að bæta og almennt og hversu gæði menntunar. Gæði menntunar. Ég hef aldrei sagt það að ég ekki að prófa nemendur. Þá prófa nemendur. Þá bara vera símatstanslaust. Klárlega. Og það eitthvað viðmiðum. Við erum með þannig, skólanir byggðið þannig upp að við að kenna ákveðna hluti á ákveðnum tíma og ákveðnum aldri. Þannig grunnskólinn byggðið upp og búin að vera í fjölda ára. 10 ára. Í sundi líka og leikfimi líka. En svo kemur hitt í þessu, það að Guð skapaði manneskjarnar ekki allar eins. 25% nemendum í Reykjanesbæ eru með einhverja greiningar. Ótrúlega margir eru lesblindir. Það fullt, við erum eins fjölbreytt eins og hugsa getur sem yndislegt.
En taka prófin eitthvað til þess, samræmdu prófin? Nei, þau gera það ekki. Þau eru nefnilega sniðin þannig að þau eru, eins og við erum að lesa upp, sem er beint frá Menntastofnun, eru búin til út frá aðalnámskrá og hvernig hafi gengið hjá kennarunum að kenna krökkunum í þessum bekk á þessum tíma ákveðna hluti. Kannski má segja sumuleyti að prófin séu fyrir kennaran. Það er að segja að meta þá hvernig þeim gengur. Þá komum við hinum hlutunum að þegar nemendurnir sem kennarin fær í hendunar, þeir eru eins mismunandi eins og þeir eru margir. Sumir eru ósyntir, sumir eru flugsyntir, sumir kunna lesa, aðrir ekki. Það er ekkert eitt. Fyrir nokkrum ára síðan þá kenndi ég hópi nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem var ólæs. Ólæs, nánast. Snillingar á tölvu, frábæri að hlusta tónlist, frábæri í höndunum og yndislegir í alla staði. En þeim leið hörmulega í skólanum. Þeir voru út undan allan grunnskólan. Allan grunnskólan. Allir höfðu hrikalega sögu að segja grunnskólan. Af þessum hópi voru 10-20% af erlendum bergi brotnir. Sumir fæddir Íslendingar en litu aðeins öðruvísi út. Allir höfðu lent í einelti í grunnskólanum. Allir. Allir fundu fyrir því að þeir voru öðruvísi. Og þarna voru þau samankomin bekkur sem ég var að kenna án þess að hafa neina stundaskrá. Það var frelsi í öllu til að reyna að láta þeim líða vel til að hjálpa þeim út í lífið. Af því að neikvæðnin og erfiðleikarnir sem það áttu við í grunnskólanum voru að lama þessa krakka. Og fyrstu viðbrögð sem ég fékk þegar ég var að kenna þessum hópi, hverju voru þau? Af hverju ekki að kenna þeim íslensku? Þá kenna þeim íslensku, stærðfræði, ensku og dönsku. Bara setja helmingi fleiri tíma og kenna þeim þetta. Það var enginn að horfa á hópinn. Þetta kendi ég þeim enga íslensku. Þeir lærðu sögu í gegnum tónlist. Þau lærðu megnið af því sem ég var að kenna þeim í gegnum myndbönd yfir langan tíma tónlist frá stríðsárunum til dags í dag. Þar lærðu þau sögu, klæðaburð, lífið og tilveruna, kynlíf. Þetta var hugsunin sem maður fékk. Fleiri lestratíma, fleiri stærðfræðitíma sem þau hefur verið í 10 ár í grunnskólanum. Það var ekkert sem hvatti á til að vera að inni. Ekki neitt. Mér finnst við, nú er ég að tala um mannfólk, ekki ykkur, bara svona almennt, vera allt og hrædd við að breyta grunnskólanum. Við höfum steypa alltaf öllum í sama mót. Það eiga allir einhvern veginn að vera eins. Það eiga allir eiga svona buxur, svona jakka, svona lampa, svona bíl og allir eiga að fara í lögfræði. Mér finnst að við höfum að þora. Við höfum að þora að vera fjölbreytileg. Við höfum að nota tækifærið og hjálpa krökkum á öllum aldri. Ég hef engar áhyggjur af þeim sem eru góð að læra. Þau spjara sig. Ef þeim líður vel í skólan, þá spjara þau sig. Krakkar sem hafa verið utan skóla til dæmis í fjölbrautaskólanum eða menntaskólum á Íslandi, þeim vegna bara vel. Vegna bara vel þó þau séu ekki alltaf inn í tíma. Við höfum að þora að hafa nýjar hugmyndir. Og það var eitt af því sem mér fannst svo gaman þegar við þeirra ánægju, eða fyrir þeirri, hvernig orða þetta, við varum svo glaðir þegar Helgi sótt hjá okkur, af því hann fyllt okkur af eldmóði og hvernig við byggja upp skóla, halda áfram að byggja upp skólakerfið. Hætta aldrei að fara frá þessum hrikalega mælieiningum að meta alla eftir samræmdu prófum. Hrúa 200 krökkum inn í Víkingaheima og afhenda þeim skírteini að þau voru svo frábær. Engin einnistöða. Þetta kom það líka í ljós. Allir áttu að læra að lesa, það var öll hrúa, lestar átak sem hrundu síðan algjörlega.
En það bara dóða drottni sinum, þetta stóra átak sem átti að fara í. Við höfum að horfa betur á hvernig getum við undirbúið ungt fólk fyrir lífið. Fylltu sjálfstrausti, vellíðan, góða sjálfsmynd, efla það hjá þeim. Ég veit að við þurfum að hafa símat allan tíman. Við eigum að hafa símat. Við eigum að meta krakkana. Við eigum að hafa hafa námskrá. Þó við eigum að geta líka hlaupið frá honum. Eins og við erum ekki öll í sama móti. Mín skólaganga var alltaf erfið. Ég hef verið rekin á öllum skólum sem ég farið í. Þó ég hef lokið 6 árum í háskóla. Ég var alltaf rekin á öllum skólum. Hegðun mín var þannig. Ég er bara heppin að ég fór í besta bekkin þegar var ræðið bekka því ég kunni að lesa á þegar ég fór í skóla. Það var eina sem var jákvætt við á mér. Ég hef líka fullt af vinum sem hötuðu skólan. Hættu snemma skólagöngu og fór ekki í skóla aftur fyrir ná fullorðins árum. Samræmd próf eru könnunarpróf sem sniðin eru fyrir alveg gríðara fjölbreyttan hóp af ungu fólki. Og ég tel að það væri betur ef símatið væri á vegum hvers og einn skóla og mér væri alveg sama þó einn skólinn gerir svona og hinn gerir eitthvað annað. Þeir hafa aðalnámskrá sem er aðalmálið. Það er það sem gildir. Krakkarnir eru ótrúlega lífseig og sveigjanleg og geta tekist á ótrúlustu hluti. Og ég dáist að þessu unga fólki í dag hvað eru fjölbreytileg og tilbúin í slaginn og að lifa í þessum flókna heimi sem er í dag, sem er 10 flóknari heldur en þegar ég var alast upp. Margfalt. Kæra bæjarfulltrúar, ég bara vildi óska þess að við hefum hugrekki til að breyta okkur og skólakerfinu til hagsbóta fyrir nemendur. Og bara eitt lítið dæmi. Allar rannsóknir segja það að það er betra fyrir nemendur, unga nemendur, að mæti í skólan klukkan 9 á mótana, heldur en 10. Nei, heldur en 8. Hvað gerum við? 8 af hverju? Að því að í raun og veru erum við ennþá þar að grunnskólinn á Íslandi er geymsla fyrir börn. Hann er geymsla og er sniðinn að atvinnulífinu, að fullorðna fólkinu. Þá segir það, þetta var að tóm vitleysa. Og maður hugsaði, nei, fólk verður inn klukkan 8. Við þurfum öll að skutla börnunum fyrst í skólan. Svo að því að við vinnum aðeins lengur, þá þurfum við að finna eitthvað úrræði til að láta börnin vera lengur í skólanum. Allir foreldrar til að vinna svo mikið, helst 2 vinnu, og börnin í geymsla á meðan. Allar fræðigreinar skólamál sem þið lesið og veljiðan í skóla, þetta kemur alls staðar fram. Að skólinn er geymsla og við fullorðna fólkið þykjumst alltaf vita betur. Alltaf. Lesið í Facebook þegar við verðum að tala strætókerfið eða íþróttirnar. Skólinn og ríkisvaldið eða sveitarfélögin, við höfum að gera allt svo foreldrarnir þurfa ekki að sækja, keyra eða gera ekki neitt. Og ef einhver á að læra heima, þá skömmum við kennarann. Þetta er alveg eins og konan sem sagði við mig eins og þegar ég var að þjálfa knattspyrnulið og kemur til mig fyrir leikinn og segir, af hverju er dóttir mín ekki sender? Og ég segi það vegna þess að hún vill vera í vörn. Já, ég vil hún skori mörg. Já, hún vil vera í vörn. Og svo segi, veitu, er stelpan í fótboltanum fyrir þig eða er hún fyrir sjálfa sig? Við erum dálítið eins í skólanum. Höfum hugur ekki að breytum skólanum. Ég er alveg til í að breyta og fara bara að hafa skóli byrja klukkan 9. Jafnvel 10. Hljótum að geta fundið leiðir til að vera sveigjanleg í þessu systemi. Það þarf hugrekki og við höfum að vera það. Þannig að ég styð úrbótatillögu, Önnu Sigríðar bæjarfulltrúa og við breytum skólakerfinu. Takk fyrir. Baldur Guðmundsson, gerð svo vel.
Virðulegur forseti og góðir bæjarfulltrúar og þeir sem ennþá eru að hlusta, ég veit ekki hvernig það eru. En já, nú erum við komin á það stig að við ætlum að rífast það sem við erum sammála. Þetta viljum við bæta skólakerfið og bæta líðan barnanna og allt þetta. Ég tek heilshugar undir með Friðjóni það sem hann endaði, sko. Ég veit ekki alveg með fótbolta líka en það er annað en varðandi að byrja svona snemma, sko. Það hefur sýnt sig að við erum að pína börnin á fætur í kólni eða myrkri, það er bara nótt eða þá, sko. Og við erum að drösla þeim í skólan sem þeir langar ekkert að fara í, líður illa í honum, jafnvel, getur ekki lesið eða neitt, sko. Nei, við viljum auðvitað bæta námsárangur og við Friðjón hefum tekist áður á þessi skólamál og ég var semst formað fræðslur á þessa tímabili þar sem að við lögðum að mér heyrist ofur áherslu á að ná námsárangri og svo leyfðu okkur líka að fagna því ef tókst vel og það er ennþá verið að heyrist mér á Friðjóni að ræða það, þetta sé hafi hvað mistekist, ég notaði eitthvað svona, alveg bara kólfallið þetta system. Þetta breyttist aðeins og ég tek líka undir með hann, bara frábært að fá hann Helga. Þetta er ekki í huga að gera lítið úr Helga, sko. Það er bara ekki séns. Það standi sér alveg gríðarlega vel í starfi. Faglegur, þægilegur, með metnað. Þetta er ekki í huga að fara að tala eitthvað illa um það, en mér heyrist alveg að við viljum gera vel. Það sem ég bara skildi ekki var að því að þetta er, hreinlega dagskráliðurinn er samræmd próf og það kom mér svo óvart að hér var haldin eldræða gegn samræmdum prófum sem endaði með framhaldsræðu þar sem að allt skólakerfið á Íslandi var bara tekið á yppon og lagt. Ég get alveg tekið undir að það má bæta ýmislegt og þar á meðal það að menn er ekki alveg, get ekki alveg nota þessi grunntæki, semst að lesa, reikna og kunna eitthvað í tungumálum. Þetta er þessi 3 þættir sem við leggjum mikla áherslu á, en það er hægt að kenna lestur í gegnum félagsfræði, í gegnum sögu, í gegnum tónlist. Það er hægt að kenna stærðfræði í gegnum tónlist, því að tónlist er í grunninn stærðfræði. Þannig að ég held að við getum bara lagt niður vopnin núna og einhent okkur í það að bæta námsárangur okkar nemenda hvernig sem það er gert. Það er svona, þetta tæknin trufla mann. Ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að taka undir þessi orð bæjarfulltrúa Baldurs að halda fram að bæta það sem vel er gert. Og hér er fyrirliggjandi tillaga frá bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins Önnu Sigríði að skoða möguleika á gerð úrbóta áætlunar og áður en að farið verður í staði slíkt þá telur fræðsluráð, ekki Helgi eins og hér var nefnt áðan. Að Helgi var ánægður, þetta er fræðsluráð sem tekur undir þetta og ætla sér að vill auðvitað undirbyggja slíka úrbóta áætlun með
með upplýsingum um það hvaða áætlanir í gangi nú þegar og væntanlega eru þær til staðar margar hverjar því að lífið heldur áfram og við erum alltaf að reyna að bæta okkur og ég reikna með því að fræðsluráði og starfsmenn skólana séu sýnt og heilat að leita leiða til þess að bæta starfið. Þannig að ég held að við séum bara sammála um að þetta sé hinn rétta leið, hvort sem að við teljum eðlilegt að hér séu samræðpróf eða eitthvað annað eða annað mælikvarði á árangur okkur í skólum. Nú, það hefur ekki fleiri kvadsir ljós undir þessum lið og ég vil þá leggja fundargerð fræðsluráðs til fundarins til afgreiðslu og þeir sem samþykkt geta fundargerð fræðsluráðs eru beðin um að gefa merki og hún er samþykkt 11.0 og þá er það fundargerð lýðheilsuráðs frá 15. janúar og formaður ráðsins Jóhann Friðrik hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir sem að heima sitja. Ég langar að fara stuttlega svona yfir helstu mál í fundargerð lýðheilsuráðs að þessu sinni. Við vorum auðvitað hér undir fundargerð fræðsluráðs að ræða auðvitað mál sem að tengjast lýðheilsumálum. Fyrir kannski aðeins í það og eftir en mér langar fyrst og fremst kannski að þakka ráðinu fyrir mikla samheldni og góða vinnu á undanförnu. Þegar við kláruðum lýðheilsustefnuna og erum núna að vinna að verkefnaáætlun fyrir árið og næstu ár. Og bæjarfulltrúi Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur verið ötul að koma með inn í ráðið góða punkta sem við höfum í flestum tilvikum heilshuga tekið undir. Lýðheilsustefnan sem hefur verið samþykkt, við erum að leggja þarna áherslu á það í öðru máli að við kynnum hana vel fyrir bæjarfulltrúum og það var gert skemmtilegt kynningarmyndband af hálfu lýðheilsuráðs í fyrra sem að hét Hvað er lýðheilsa? Og það er stefna ráðsins að gera svipað með lýðheilsustefnuna þannig að hún komist vel til skila til allra bæjarbúa og það er áherslu sem að sveitarfélagið hefur sett sér í málaflokknum. Í þriðja máli kemur Guðrún Pálsdóttir inn á mikilvægi þess að við veltum fyrir okkur loftgæðum í byggingum sveitarfélagsins í ljósi þess heimsfaraldur sem hefur verið að ganga hér yfir og er því máli vísað meðal annars til ágætra starfsmanna umhverfis- og skipulagsráðs sviðs og óska eftir því að lýðheilsufulltrúi kanni stöðuna í þeim málaflokki. Nú, við erum líka að ræða forvarnir á ýmsum grundvelli í lýðheilsuráði og eitt af því sem að kom inn á borð ráðsins voru forvarnir varðandi tóbaksnotkun en vart hefur það farið fram hjá nokkrum að það eru svona ákveðnar bylgjur í þeim málaflokki. Hér tröllreið veipið öllu í samfélaginu í 4-5 ár. Hér poppuð upp sérstakar búðir til þess að selja veip en veip er að sjálfsögðu uppalega fundið upp til þess að hjálpa fólki hætta að reykja. Og nú kemur önnur bylgja sem að eru svokallegi nikótínpúðar sem aftur eru að sjálfsögðu innvörðungu til þess að reyna að hjálpa fólki til þess að hætta að reykja. Við sjáum aftur á móti í gögnum að ungt fólk og í sumum tilfellum börn eru að nota þessi hjálpartæki þannig að þau eru jafnvel að ánetjast nikótínfíkn og hafa samt sem áður aldrei reykt og aldrei veipað, né tekið í nef eða vör. Og þetta er verulegt áhyggjuefni og þarna sjáum við gott dæmi um það hvar
ríkisvaldið er eftir á í þessari þróun og það er verið að bíða eftir því að verið tekið betur utan þessi mál með löggjöf og þangað til er meðal annars lýðheilsuráð að leggja það til að það verið farið í sérstakt forvarnaverkefni gagnvart þessu vegna þess að aðgengi að þessum hjálpartækjum svo fólk geti hægt að reykja virðist vera óvenjulega mikil. Þessu er flaggað allstaðar í búðum, sjoppum, verslunum og menn eru auðvitað að selja þarna vöru þannig að þetta er litríkt og myndskreitt sem er auðvitað mjög sérstakt vegna þess að sem hjálpartæki til þess að hætta að reykja ætti ekki að vera neina ástæðu til þess að merkja þetta á einhvern sérstaklega spennandi hátt. En þetta hefur gagnast mjög mörgum og að tvennu illu er þetta auðvitað betra heldur en að menn séu að nota tóbak, menn eða konur. En notkunn á þessu er alveg gríðarlega mikil og greinilega langt umfram það sem við vitum og þekkjum af reykingavanda á Íslandi. Þannig að ég vonast til þess að löggjöfin nái utan þetta von bráðar en við leggjum þarna til í millitíðinni hvetjum við þá sem að selja þessa vöru að hafa ákveðna hömlur til staðar þannig að það sé ekki verið að auglýsa hana sérstaklega eða aðgengi að henni sé auðveldað. Heldur miklu frekar að aðgengi að þessari vöru sé hamlað. Nú, það sem ég er að ræða fundargerðir og fundargerð í lýðheilsuráðs, þá vill ég sérstaklega koma inn á það sem að kom fram í máli bæjarfulltrúa hér áðan undir fræðslu málum. Það er líðan almennt í samfélaginu. Í fyrsta máli er verið að tala geðrækt í Reykjanesbæ og mikilvægi þess að horfa á ákveðna hópa, í þessu tilviki eldri borgaran okkar og verið að leggja til að við hefjum samstarf við aðila, kirkjuna, félagsþjónustuna, Rauða krossinn og fleiri, hagaðila til þess að reyna að efla geðrækt eldri borgara. En geðrækt og geðheilsa unga fólksins er það sem við komum aðeins inn á áðan. Og ég hef gríðarlega miklar áhyggjur af því. Og ég fagna því að þegar við vorum að tala menntamálin okkar, hvort sem að svo umræða hafi sprottið út frá samræmdum prófum, þá held ég að það sé fátt mikilvægara heldur en að börnunum okkar líði vel í skólanum. Og þá verði ég að minnast á fyrirmyndirnar okkar. Við erum að stefna í það að vera með mjög einsleita mynd í okkar menntakerfi þegar við horfum á karla- og kvennastörf og auðvitað á kannski ekki að taka þannig til orða en staðan er samt þannig að körlum fer ört fækkandi sem kennurum. Og ég hef áhyggjur af geðheilsu ungra drengja. Þeir finni sér ekki og sjái ekki í sínu nærumhverfi stóran hluta dagsins fyrirmyndir. Fyrirmyndir sem að ég var svo heppinn að hafa þegar ég var í minni skólagöngu og ég held að þetta skipti máli. Ég held að það skipti máli fyrir unga drengi sem er augljóslega samkvæmt gögnum. Líður ver, gengur ver, eru orðnir í minnihluta af þeim sem eru að sækja og komast inn í háskólanám. Þetta er verulegt áhyggjuefni og auðvitað munum við öll eftir því þegar við vorum að huga að stúlkum. Það var rétt mætt á sínu tíma. En við verðum að bregðast við á að vandinn verður meiri og þá vill ég, vegna þess að bæjarfulltrúar hafa kannski verið svona að fara svolítið víðan völl og hvað getum við gert sem er öðruvísi en er samt sem áður byggt með einhverjum rökum. Og ég held að við verðum að fara að horfa til þess að ungir drengir í skólunum eru ekki að fá fyrirmyndir. Og það skiptir máli. Og hvað er þá til ráða? Og mér langar að koma með eina framúrstefnulega hugmynd hér. Hún er einfaldlega svo að við förum nákvæmlega sömu leið í skólakerfinu okkar eins og við gerðum þegar við vorum að reyna að tryggja jöfn hlutvöll í nefndum á ráðum við vegum ríkis og sveitarfélaga.
við eigum að einbeita okkur að því að reyna að laða karlmenn að kennarastarfinu. Alveg eins og við eigum að gera það með karlmenn að hjúkrunarfræðinámi. Það á auðvitað ekki að vera til neitt sem heitir karl- eða kvennastarf. En þetta getur verið 20 ára vegferð. Þetta getur þýtt það að þegar einhver kennari hættir, þá ákveðum við bara að ráða inn karlmann. Alveg eins og við ákveðum það að ráð og nefndir á vegum Reykjanesbæjar eiga að vera 60-40 konur og karlar. Og það þarf þá að vera einhver sérstök ástæði fyrir því ef það tekst ekki. Ekki bara af því bara. Þetta er hugmynd sem ég langar að skella hér fram. Kannski ætti Reykjanesbær að taka fórust í þessu og segja við ætlum að einbeita okkur að því að reyna að auka vegferð karla gegnum nám sem kennarar og inn í okkar skólakerfi til þess að jafna þetta hlutfall. Kannski er þetta útópískt en allt í lagi, orður til alls fyrst. Ég er mjög ánægður með samstarfið í lýðheilsuráði, okkur gengur vel, þetta eru skemmtilegi fundir, enda áhugavert málefni sem að þetta er hjarta mínu nær, en ég held að við eigum einmitt að koma með framúrstefnulegar hugmyndir fram á bæjarstjórnarfundum og leyfa okkur að hafa skoðanir án þess að við séum endilega að fara kannski í einhverja skotgrafir eins og vill stundum verða. Takk fyrir. Anna Sigríður Geirsvæl. Herra forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Já, ég er aðalmaður í lýðheilsuráði fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins og ég kom með 2 tillögur sem langar aðeins að fylgja eftir á þessu fundi og það var númer 1, geðrækt í Reykjanesbæ. Gleymdist víst að skrifa nafnið mitt hérna fyrir ofan, það er Vaninn, eins og sést í fundagerðum. Ég er ekkert mjög fúl út af því. Ég er búin að jafna mig á því. En fyrsta málið heitir geðrækt í Reykjanesbæ og Jóhann Friðrik fór bara vel yfir þetta áðan. Mér langar að rétt að nefna það að markmiðið er að bæta geðheilsu og draga úr félagslega einangrun og efla samstarf fyrir eldra fólk í Reykjanesbæ. Það er mjög mikilvægt og við vitum það öll að þetta er akkurat sá hópur sem er búin að hreinlega loka sig inni á síðasta ári. Og það er mikilvægt að draga úr félagslega einangrun og einmitt fræða þau geðheilbrigði. Þannig að ég vonast til að þessi samstarfsaðilar sem að við nefndum, sem gæti verið mögulegir, taki vel í því að starfa með okkur. Og einmitt líka í sambandi við lýðheilsustefnuna, þá er það þema í lýðheilsustefnunni fyrir árið 2021, það er geðrækt. Þannig að mörg verkefni sem að við erum undirbúin að snúa að geðheilsu allra íbúa í Reykjanesbæ. Seinni tillagan var mál 5, forvarnir í Reykjanesbæ og bæjarfulltrúi Jóhann Friðrik fór líka vel við það því að við ræddum það hérna undir fundagerð fræðsluráðs áðan sem var þessi skýrsla ungt fólk og ég hafði bara gríðarlegar áhyggjur af því að börn á unglingastigi í 8. og 9. og 10. bekk væri að nota þessa nikótínpúða. Ég tók svo bara eftir því í sjoppum og verslunum, þá er svo stillt hreinlega við kassan eins og einhverju svona flottu bleiku nammi eða einhverju. Það er verið að gera allt þess að óta þessu að börnum. Og ég las mér til þetta og læknar hafa bara verulega ágjörð því að magnið í púðunum er gríðarlega misjafnt og getur verið mjög hættulegt fyrir börn. Það er ástæða fyrir því að þú þarft að hafa 18 ára aldur til að geta keypt þessa vöru. Þannig það er mikilvægt að foreldrar fræði börn sínu að bara pröfa ekki þessa vöru. Þetta er bara algjört eitur. Algjört eitur. Börn eiga ekki að nota þetta. Þannig að lýðheilsu tók vel undir þessa tillögu og felur lýðheilsufulltrúa að móta verkefnið þar til löggjöf verið breytt og aðgengi takmarkað, hvetur lýðheilsuráð söluaðila til að takmarka sýnileika nikótínpúða eftir fremsta megni. Takk. Takk fyrir. Margrét Þórhallsdóttir Geirsvæl.
Virðulegi forseti og aðri viðstaddir, ég kem hérna undir lið 1 og 5 í fundagerðinni. Ég vil byrja á því að taka heilshugar undir tillögur bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins Önnu Sigríðar og það er alveg sorglegt hvernig staða og geðheilsa á íbúum eldri borgara er í dag vegna COVID og hérna ég bara fagna þessari tillögu hennar Önnu Sigríðar. Og síðan aðeins langar mér að koma inn á lið 5, hvað var að forvarnirnar í Reykjanesbæ. Ég tek heilshugar undir áhyggjur bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins Önnu Sigríðar og styð hennar tillögu heilshugar. Ég velti fyrir mér af hverju allt tóbak er ekki bara selt í ÁTVR. En já, mér finnst það svolítið skrítið. Það er brýnt að setja lög aldurstakmörk og innihaldslýsingar og verkefnastjóri tóbaksvarna hefur haft miklar áhyggjur af þróun notkun nikótínpúða á meðal unglinga. Í september og október árið 2020 var lögð fram könnun á vegum rannsókna og greininga fyrir 8., 9. og 10. bekk notkun nikótínpúða. Úrtakið var rúmlega 9.000 nemendur víðsvegar á landinu og í ljós koma næstum 1 af hverjum nemenda í 10. bekk falla undir þann flokk sem kallast dagleg notkun. 1 af hverjum 10. Þetta er mikið áhyggjuefni. 15% 10. bekkinga höfðu notað nikótínpúða einu sinni eða oftar ævina. Þetta eru sláandi tölur og ég fagna þessari tillögu Önnu Sigríðar. Takk fyrir. Takk fyrir það. Baldur Guðmundsson, gerð svo vel. Virðulegur forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Bara aðeins að rífast við Jóhann Friðrikum, þar sem við erum sammála. Núna er verið að setja í gang nýja menntastefnu og ég vona bara að ekkert af samstarfsfólki mínu heyri í mér núna, en það er einmitt bara verið að tala að jafna kynjamun og annað þess áttar. Það má helst ekki tala það núna að við séum fókus á stráka eða stelpur. Það var í eina tíð, þá var í lagi, sem sagt, við erum að ná jafnræði, að tala það, við þurftum að jafna hlut kvenna og annað. Núna er farið að halla dálítið á karlpenninginn, en við erum ekki alveg búin að fá innistæðu til að geta svona beint athyglinni að því. Og þetta er alveg meðvitað í þessari nýju menntastefnu, þá er ekkert verið að kyngreina, það eiga allir að vera jafnir. En við eigum, það er samt ljós í myrkrinu, við eigum að mæta öllum eins og þeirra þarfir koma fram. Þannig getum við sagt að við þurfum þá að mæta ákveðnum hópi sem eru þá strákar sem líður ekki alveg vel í þessu umhverfi, þessu námsumhverfi sem við erum að bjóða upp á. Þannig að mér finnst að við verum að svo við höldum áfram, þetta er náttúrulega, þetta fléttast allt saman, skörun, milli þessara sviða, að ég styð þess að því að þessar tillögur koma líka fram víða, velferðarsviðinu líka, og ég er bara að taka undir þetta, ef við eigum möguleika á því að fá fleiri karlkyns kennara, þá eigum við að einbeita okkur að því. Það er bara mjög óvinsælt að segja þetta. Og eins og segi, ég vona að þetta berist ekki inn á Sölvhólsgötu. Takk fyrir. Takk fyrir það, Baldur. Þá sýnist mér mælendaskrá vera tæmd og við getum afgreitt þennan lið sem er fundagerð lýðheilsuráðs. Þeir sem samþykkt geta fundagerðina beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0 og þá er komið að síðasta lið þessa fundar sem er undir yfirskriftinni vinna við umhverfisstefnu Reykjanesbæjar, og þetta eru á fyrirliggjandi svör við fyrirspurn bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og ég reikna með að bæjarstjóri vilji
taka til máls undir þessum lið. Gerðu svo vel. Já, ágætu bæjarfulltrúar, forseti. Það er rétt hjá forseta að ég ætla að fara hérna aðeins yfir, eða ekki aðeins yfir, ég ætla að fara yfir svör við þeim spurningum sem að bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins lagði hér fram á síðasta fundi bæjarstjórnar þann 5. janúar síðastliðinn. En áður en ég geri það, þá vil ég bara ítreka það sem að kom fram í skeyti til ykkar í dag, að samkvæmt 9. grein upplýsingalaga og þá er heimilt að takmarka upplýsingarétt til almennings þegar gögn innihalda fjárhags- eða viðskiptahagsmuni fyrirtækja og annarra lögaðila og þá þarf heimild gagnaðila til að upplýsa fjárhagsupplýsingar og sú heimild hefur ekki fengist frá Circular, ekki ennþá allavega. Og þess vegna ætla ég ekki að lesa upp svarið við spurningu 3 og þið eru með það og ég vona að bæjarfulltrúar virði það. En annars er þetta svona, fyrsta spurning var hver ber ábyrgð á gerð umhverfisstefnu Reykjanesbæjar. Svar er þannig, umhverfisstefna hefur síðastliðin ár verið unnin samhliða endurskoðun aðalskipulags hjá umhverfis- og skipulagsráði. Þann 25. júní 2020 samþykkti bæjarráð á fundi sínum að fela framtíðarnefnd að koma að vinnu við gerð nýrrar umhverfis- og loftslagsstefnu Reykjanesbæjar ásamt umhverfis- og skipulagsráði. Var það gert til að stefnan fengi meira vægi og gæti staðið sem sjálfstæð stefna þó hún haldi áfram að vera hluti af aðalskipulagi sveitarfélagsins. Önnur spurning, hvert er hlutverk ráðgjafa í þessu ferli? Svar, í byrjun árs 2020 kannaði Reykjanesbær fýsileika þess að gefa út svokölluð græn skuldabréf í tengslu við fyrirhugaða endurfjármögnun. Bæjarfulltrúar þekkja þetta verkefni mjög vel. Fossar markaðir HF sem bæjarráð samþykkti að ráða sem ráðgjafa við undirbúninga útgáfu grænna skuldabréfa mælti með Circular enda fyrirtæki með mestu reynslu af því aðstoða seljendur grænna skuldabréfa við fýsileikagreiningu, val á vottunaraðila og gerð nauðsynlegs ramma fyrir slík bréf hér á landi. Í greiningaferlinu benti Circular á mikilvægi þess að hafa nútímalega umhverfis- og loftslagsstefnu sem uppfyllti kröfur sem gerðar eru til þeirra sem hyggjast gefa út græn skuldabréf. Circular var því fengið til að aðstoða við gerð stefnunar til að auka áhættustýringu sveitarfélagsins í umhverfismálum. Slík stefna þyrfti að uppfylla þarfir fjárfesta og vera í samhengi við alþjóðlega staðla og leiðbeiningar ásamt því að draga úr neikvæðum áhrifum á umhverfið og auka líkur á sjálfbærni. Þriðja spurningin, ég er búinn að fara yfir hana en það er rétt að taka fram að það er ekki áætlað neinn kostnaður á þessu ári, nýbyrjað 2021. En fjórða spurning, var gerður samningu við ráðgjafa vegna vinnu við umhverfisstefnu? Reykjanesbær gerði samning við Circular Solutions EHF í janúar 2020 fýsileikagreiningu og val og vottunaraðila í tengslu við mögulega útgáfu á grænum skuldabréfum. Hluti af þeim samningi fól í sér ráðgjöf varðandi umhverfisstefnu og mælingu á þeim umhverfisþáttum sem Reykjanesbær þurfti að styrkja samkvæmt áhættu og mikilvægisgreiningu UFS þátta. Vinnan við umhverfisstefnuna féll að hluta inn í þann samning en ekki var gerður sérstakur samningur varðandi aðstoð við að uppfæra umhverfisstefnu. 5. Hvenær er áætlað að vinnu við umhverfisstefnu ljúki? Svar, vinnuhópur, 3 úr hvorri nefnd, framtíðarnefnd og umhverfis- og skipulagsráði, lauk við gerð lokadraga stefnunar þann 7. janúar síðastliðinn. Drögin fara þaðan til samþykktar í báðum nefndum og í framhaldinu til umsagnar inn í aðra nefndir og ráð Reykjanesbæjar. Áætlað er að drög að nýrri umhverfisstefnu verði afgreidd úr framtíðarnefnd og umhverfis- og skipulagsráði fyrir lok febrúar 2021 og í framhaldinu lögð fyrir bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Undir þetta rita Kjartan Már Kjartansson. Takk fyrir þetta. Margrét Sandís hefur beðið um orðið.
forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég vil þakka bæjarstjóra fyrir greinargóð svör og það er tvennt sem ég kannski mig langar að nefna. Að það er í fyrsta lagi svar við fyrstu spurningu hver ber ábyrgð að gerð umhverfisstefnu. Það sem er áberandi hér versus menningarstefnu sem hefur verið í vinnslu er að það er ekki einhver einn starfsmaður sem ber ábyrgð á vinnunni. Þórdís heldur mjög vel utan menningarstefnu en það hafa ýmsir komið að og Halla hefur aðeins, aðstofamaður bæjarstjóra, hefur aðeins unnið með framtíðarnefnd varðandi umhverfisstefnuna en umhverfisstefnu hefur líka verið í umhverfis- og skipulagsráði þannig að óskilvirknin að okkar mati hefur verið töluverð og er það alveg beint haft eftir fulltrúum framtíðarnefndar og fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði. Þannig að það er mikilvægt að við lærum bara af þessu og ef við erum að fara í stefnumótun að það sé einhver einn sem ber ábyrgð á vinnu. Varðandi heildarkostnaðinn að það er sérstakt að ekki með nefna það en allt í lagi og eflaust er hann bara eðlilegur en það sem að mér langar að nefna í því samhengi varðandi kostnaðinn að það er ekki áætlað neitt kostnaður árið 2021 og mér finnst það sérstakt þar sem að enn hefur ekki vinnu verið lokið og því spyr ég munu þá sem sagt ráðgjafarnir ekkert meira koma að vinnu eða frágangsstefnunar þeirra starfi algjörlega lokið. En að öðru leyti ítreka ég þakkir fyrir greinargóð störf. Bæjarstjóri gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já, ég vil nú bara þakka Margréti fyrir að koma fram með þessar spurningar hérna fyrir hálfum mánuði síðan en jafnframt náttúrulega ítreka það sem að ég veit að þið vitið að á endanum er bæjarstjóri ábyrgur fyrir því sem að starfsmenn sveitarfélagsins gera og ef að einhver einn ætti að vera ábyrgur fyrir þessu þá væri það nú líklega sá sem hér stendur. En það er rétt skilið að það er ekki gert ráð fyrir því að ráðgjafar komi frekar að þessari vinnu. Þeir eru búin að skila sínu og nú er þetta bara til meðferðar hjá okkur eða hjá nefndunum og starfsmönnum sveitarfélagsins og auðvitað má verðleggja þá innri vinnu eitthvað en það er ekki frekari ráðgjafa kostnaðar að Margrét Sandís, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég ætla að taka það fram að lífið mitt er ekki svona eðlilegt að ég nenni að vera hérna mikið lengur þannig að þetta er bara orðið ágætt. En mér finnst eðlilegt að koma hérna fram, að koma hérna upp og ítreka það að þegar verið er að vinna stefnu að þá að sjálfsögðu er einhver sem ber ábyrgð á vinnunni og ef að bæjarstjóri ætlar að taka að sér bara alla stefnur og fylgja þeim eftir og vera að stjórna vinnunni að þá náttúrulega reikna ég bara með að hann sé þá á nefndafundum og fleira. Þórdís, sá sem að er súlustjórinn okkar eða sviðstjóri súlunar eða yfirmaður súlunar, hún fylgdi mjög vel eftir menningarstefnunni og í vinnsluferlinu. Þannig að ég vil ítreka það sem við erum að segja að það er mjög mikilvægt þegar við erum að vinna svona að það sé einhver ábyrgur fyrir vinnunni en bæjarstjóri ber ábyrgð á ansi mörgum málum og ég reikna ekki með að hann sé að fylgja því eftir einhverja einustu nefnd. Það væri verið að drepa mann og annan með því að einhver einn aðili sé að taka þetta mikið að sér. Þannig ég vil bara ítreka þetta bara til að læra því frekar heldur en eitthvað annað. Takk. Jóhann Freyri, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarstjóra fyrir greinargóð svör hér við spurningum Margrétar Sanders. Ég er samt hugsi yfir hvert hún er að fara varðandi ábyrgðina og kannski er þetta eitthvað sem við þurfum að hugsa frekar en
í mínum huga er þetta alveg ljóst. Það er bæjarstjórn Reykjanesbæjar sem á endanum samþykkir stefnur bæjarstjórnar. Þær eru unnar bæði af ráðgjöfum oft á tíðum og nefndum og ráðum og stundum og oft í góðu samstarfi við allskyns hagaðila í samfélaginu og svo framvegis. Hvort það sé einhver einn aðili tilnefndur til þess að bera ábyrgð á einhverju vinnu. Oft á tíðum það þannig að vinnan unnin af fjölmörgum aðilum, jafnvel tugum eða hundruðum, ef við lítum bara til stefnumótunar Reykjanesbæjar sem dæmi, sem tók langan tíma að vinna. Þannig allavega í mínum huga þá held ég að þessu sé kannski vand svarað ef það verið að leita af einhverjum sem að pikkar inn í eitthvað skjal. Þetta vel verið að það sé það sem að bæjarfulltrúinn sé að tala um. En í öllu falli þá held ég að sé langt mikilvægast sem flestir sérfræðingar, álitsgjafar og auðvitað hagaðilar komi að slíkum stefnum. Og ég allavega tek það til mín sem bæjarfulltrúi að þær stefnur sem eru samþykktar meðan ég í bæjarstjórn hljóta að vera minni ábyrgð sem bæjarfulltrúa. Takk. Margrét Sandís, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir, ó Guð. Að sjálfsögðu ber ábyrgð bæjarstjórn ábyrgð á stefnum. Að sjálfsögðu gerir hún það eins og stjórnir félaga, stjórnir háskólans, Keilis og svo framvegis. Sem skólameistari, sem forstjóri, sem bæjarstjóri er það síðan æðsti stjórnandi sem næstráðandi við stjórn sem að ber ábyrgð fyrir hönd þess. En samkvæmt þessu að þá misskilur eða að leika sér að misskilja orð mín, bæjarfulltrúi Jóhann Friðrik, framsóknarmaður, þegar ég að segja að það þarf einhver að bera ábyrgð á vinnunni. Það ekki hægt í framhaldinu, fyrst að menn að leika sér að, annarkvort að leika sér að misskilja eða ekki, að dingla með stefnun á milli nefnda og það sé enginn að fylgja því eftir og það vera að ræða sömu hlutina í nefndunum. Við erum með sama fulltrúa í framtíðarnefnd og í umhverfis- og skipulagsráði og það enginn að fylgja svo eftir og það aftur og aftur og aftur búið að vera að tala sömu hlutina og aftur og aftur og aftur er búið að taka þessa stefnu fyrir. Ég ætla ekki að fara þarna, ég ætla ekki eins og að nefna þetta vegna þess að ég nenni ekki að vera eilífum skotgröfum hérna og mér finnst þetta aldrei gott sem Baldur að segja, ef að það ekki tilþrast þá finnum við það. Það greinilega þannig. Það sem ég að benda á og var að vonast að þetta myndi læra þessari stefnu að þessi stefna búin að vera allt og mikið til umræði hingað og þangað á milli nefnda og sviðsstjórarnir, þeir ekki einu sinni að bera ábyrgð á þessu. Það þarf einhver að bera ábyrgð á vinnunni, en ef að þið á móti því, þá það bara allt í lagi. En við erum að gera athugasemd í það, ætlum ekki einu sinni að nefna það, en tölum bara að það veri gott að vegna síðari vinnu, og það verið að vinna fleiri stefnur, að þegar að enginn sérstakur sviðstjóri yfir svona eða fenginn til þessa, að þá enginn að bera ábyrgð á vinnunni. Þannig að þetta dinglar á milli nefnda. Við verðum einhvern veginn að fá þá einhvern annan til þess að sjá þetta. Það bara svoleiðis. En þetta ekkert mál með lýðheilsustefnu, það með lýðheilsufulltrúa. Þetta var ekkert mál með menningarstefnu því að við erum með sviðstjóra þar. En með umhverfisstefnuna að þá var bæði framtíðarnefnd og umhverfis- og skipulagsráð þar með og það var enginn að stýra vinnunni. En fínt ef að þið eru virkilega ánægð með að láta þetta flakka svona á milli eða það leik ykkur að misskilja þetta. Ég átta mig ekki alveg á því. Takk. Jóhann Friðrik, gerðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði nú ekki að gera bæjarfulltrúa Margréti Sanders lífi leitt hér. Ég var bara einfallega að reyna að skilja hvert hún var að fara. Ég vil þá bara taka það á mig. Það þykir mér einstaklega vænt að hún skuli nefna það að ég skuli vera framsóknarmaður þegar hún kemur hér upp. En meginatriðið bara það er verið að vinna hér metnaðarfullt starf. Ég hef sjálfur ekki áhyggjur af því að það sé verið að pingponga með það einhvert fram og tilbaka, alls ekki. Það er alvanalegt að það sé verið að fá álit, vinna saman í samvinnu að veigamiklum stefnumálum sveitarfélagsins og það var bara það sem ég var að benda á. Og kannski grunninn það að ég hef engar áhyggjur af því að þessi ágæta stefna fari ekki góðan farveg og verði ekki plagg sem við munum geta nýtt í okkar vinnu á næstu misserum og árum. Takk. Takk fyrir þetta. Mér langar ágæta bæjarfulltrúar að leggja aðeins orðið í belgum þetta og tefja bæjarfulltrúa Margréti Sanders aðeins lengur. Við verðum náttúrulega bara að gera okkur grein fyrir því þegar við segjum eitthvað þá getur það kallað á viðbrögð. Og mín viðbrögð urðu strax til í hausnum á mér þegar að Margrét Sanders nefnir orðið óskilvirkni. Að það hafi sýnt sig að það hafi verið óskilvirkni í þessu starfi og að nefndarmenn eða ráðsmenn hafi upplýst það. En ég er alveg með þá hreinu, það voru ekki ráðsmenn meirihlutans. Það hafa þá verið ráðsmenn þeirra sem sitja í minnihluta sem hafa haldið á lofti orðum eins og óskilvirkni. Ég vil kannski bara aðeins fara í þessa sögu, sko. Við vorum byrjuð að vinna að menningarstefnu á síðasta kjörtímabili. Það búið að taka mjög mikinn tíma. Og svo menningarstefna hefur ekkert verið í höndunum á sama fólki allan tíman því að á síðasta kjörtímabili var súlan ekki til. Þannig að þetta hefur farið á milli manna og legið hjá bæði stjórnmálaflokkunum og nefndamönnum og embættismönnum. Þannig að þetta er svona að fara flakka á milli. Og þannig hefur það líka verið með þessa umhverfisstefnu sem að vinnan byrjaði í umhverfis- og skipulagsráði. Og við töldum eðlilegt einhvern veginn þá að vinnan við þessa umhverfisstefnu færi fram þar. En þegar að við förum síðan að velta fyrir okkur þessum grænu skuldabréfum sem að bæjarstjóri nefndi hér áðan í svörum sínum, þá fengum við svona vangaveltur upp á borðið að þau drög að umhverfisstefnu sem að hafðu komið fram væri ekkert að standast það sem að þyrfti að undirbyggja meðal annars græn skuldabréf. Og við auðvitað bara kipptust við og þá að farið að skoða aðkomi fleiri aðila að gerð þessar umhverfisstefnu, meðal annars þessa fyrirtækis, þessa ráðgjafafyrirtækis sem að bæjarstjóri nefndi hér áðan. Og þá var einnig tekið svo ákvörðun að færa málið jafnframt til framtíðarnefndar. Af því að þessi umhverfisstefna er ekki nútíð, hún á að gilda einhverja árvonandi fram í tíman og að framtíðarnefnd gæti þá sett sitt mark á þessa stefnu. Og síðan hefur þetta bara verið þar, framtíðarnefnd er með starfsmann, vissulega, og umhverfis- og skipulagsráð er með starfsmann og þessar nefndir samkvæmt minni vitneskju hafa bara haft þetta ágætis samstarf og ég er nú bara ánægður með að fleiri raddir hafa fengið að heyrast í gerð þessar umhverfisstefnu sem á að lifa eitthvað fram í tíman og við erum að sjá mikla breytingar í umhverfismálum og þurfum þá að hafa stefnu sem undirbyggi það og styrkir okkur í þeirri vinnu til framtíðar. Þannig að ég ætla ekki að gráta það að þetta hafi farið fyrir 2 nefndir en ekki eina og það hafi ekki verið einn aðili sem hafi séð þetta heldur margir. Þannig að en einhverjir
telja að í því sé fólkin óskilvirkni. Ég tek ekki undir það orð. En gott og vel, þessi síðasti liður er ekki til afgreiðslu, sérstakrar afgreiðslu hér og þá lít ég svo á að dagskrá sé tæmt og við getum farið að klára fundargerð og við gerum hlé á fundinum á meðan.
603. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkjanesi Hljómahöll 19. janúar 2021 kl. 17. Og viðstaddir Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Baldur Þ. Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þóransson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét af Sandes, Margrét Þóransdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forseti var Guðbrandur Einarsson. Og fyrsta mál er fundargerð bæjarráðs frá 7. og 14. janúar. Forseti gaf orðulausn fundargerðirnar. Til máls tók Margrét Þóransdóttir, gerði hún grein fyrir hún myndi sitja hjá vegna fyrsta liðs og fundargerð bæjarráðs frá 14. janúar en samþykkja fundargerðina öðru leyti. Til máls tók Margrét af Sandes og lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ég ekki lesa hana en hún barst rafrænt. Til máls tóku Jóhann Friðrik Friðriksson, Friðjón Einarsson og Guðbrandur Einarsson. Margrét Þóransdóttir, Margrét af Sandes, Baldur Þ. Guðmundsson, Anna Sigurður Jóhannesdóttir og Gunnar Þóransson sitja hjá vegna fyrsta liðs fundargerðar bæjarráðs frá 14. janúar 2021 og fundargerðina samþykkta öðru leyti 11:0. Annar máli fundargerð umhverfis og skipulagsráðs á 15. janúar 2021. Forseti gaf orðulausn eftirfarandi liði fundargerðarinnar frá 15. janúar til sérstakra samþykktar. Fyrsti liður Hlíðarhverfi breyting á deiliskipulagi. Til máls tók Anna Sigurður Jóhannesdóttir og lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ég ekki lesa hana en hún barst rafrænt. Fyrsta liður fundargerðarinnar var samþykktur 11:0. Annar liður flugvellir breyting á deiliskipulagi flugvallarvegar samþykkt 11:0 án umræðu og þriði liður Leirdalur 7-13 breyting á deiliskipulagi samþykkt 11:0 án umræðu. Fjórði liður Hásela 33 samþykktur 11:0 án umræðu. Fimmti liður Ægisvellir 13 viðbygging Sólskála samþykktur 11:0 án umræðu. Sjöundi liður Fitja Ás 22 viðbygging Sólskála samþykktur 11:0 án umræðu. Áttundi liður Birkiteigur 1 niðurstaða grenndarkynninga samþykktur 11:0 án umræðu. Níundi liður Furudalur 14-16 breyting á deiliskipulagi samþykktur án umræðu. Tíundi liður Suðurgata 50 stækkun á húsi samþykktur 11:0 án umræðu. Forseti gaf orðulausn fundargerðina og til máls tók Kjartan Már Kjartansson en fundargerðin samþykkt á öðru leyti 11:0. Þriðja mál fundargerð velferðarráðs frá 13. janúar 2021. Forseti gaf orðulausn fundargerðina og til máls tóku Guðni Birna Guðmundsdóttir og Anna Sigurður Jóhannesdóttir. Til máls tók Margrét Þóransdóttir lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ég ekki lesa þær bókanir sem að bárust en það voru 3 en þær og bárust allar rafrænt. Til máls tóku Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét af Sandes, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Margrét Þóransdóttir og Guðbrandur Einarsson. Fundargerð samþykkt 11:0. Fjórða máli fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs á 14. janúar. Forseti lagði til að sjötta máli fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs á 14. janúar. Íþróttahreyfingin og COVID-19 verið vísað til frekari umræðu bæjarráðs 21. janúar 2021. Forseti gaf síðan orðulausn fundargerðina og til máls tók Margrét af Sandes og lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ég ekki lesa þá bókun en hún barst rafrænt. Til máls tóku Kjartan Már Kjartansson, Baldur Þ. Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Margrét af Sandes, Jóhann Friðrik Friðriksson og Gunnar Þóransson. Samþykkt 11:0 að vísa sjötta lið fundargerðarinnar ásamt framlagðri tillögu minnihluta bæjarstjórnar til næsta bæjarráðsfundar 21. janúar 2021 og fundargerðin samþykkt 11:0. Fimmta máli fundargerð fræðsluráðs frá 15. janúar 2021. Forseti gaf orðulausn fundargerðina og til máls tóku Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Friðjón Einarsson, Baldur Þ. Guðmundsson, Margrét af Sandes og Guðbrandur Einarsson og fundargerðin samþykkt 11:0. Sjötta mál fundargerð lýðheilsuráðs frá 15. janúar 2021. Forseti gaf orðulausn fundargerðina og til máls tóku Jóhann Friðrik Friðriksson, Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Margrét Þóransdóttir og Baldur Þ. Guðmundsson og fundargerðin samþykkt 11:0. Sjöunda mál vinna við umhverfisstefnu Reykjanesbæjar svar við fyrirspurn. Forseti gaf orðulausn og til máls tók Kjartan Már Kjartansson og lagði fram eftirfarandi svör við fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins frá síðasta bæjarstjórnarfundi. Með leyfi forseta mun ég ekki lesa þau svör en þau bárust rafrænt. Til máls tóku Margrét af Sandes, Kjartan Már Kjartansson, Jóhann Friðrik Friðriksson og Guðbrandur Einarsson.
Ágætu bæjarfulltrúar, þá er fundargerðin upplesin. Þeir sem samþykkja þetta fundargerðina eru beðin um að gefa merki. Og hún er samþykkt 11-0 og þá er ekki eftir neinu að bíða en að slíta þessum 603. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Takk fyrir.